Komið sæl og blessuð og velkomin að Rauða borðinu á þessu kyrra miðvikudagskvöldi 12. nóvember. Við ætlum að ljúka þættinum með því að Haukur Már Helgason rithöfundur, hann ræðir við Gunnar Smára bók sína Staðreyndirnar og eldheit mál sem blandast inn í hana, útlendingastefnu, nasískan uppruna, útlendingastofnunar, vilja valdhafa til að stjórna umræðinni og margt fleira. Mjög áhugavert mál. Nú, þá kemur einn af fastagestum samstöðarinnar í heimsókn í gegnum fjarfundabúnað, Guðmundur Auðunsson, hagfræðingur. Við getum kallað hann fréttaritara samstöðarinnar í London. Hann ætlar að segja Gunnari Smára frá uppgangi græningja í Bretlandi og forystumanni flokksins Zach Polanski sem hefur markað nýja stefnu flokksins og sveigt hann í átt til sósíalisma. Nú, sakfræðingarnir Guðmundur Hálfdanarson og Magnús Helgason sem og hagfræðingurinn Þorsteinn Þorgeirsson, þeir fara yfir Trump-tíðindin eða Trump-tíman með Gunnari Smára. Þetta fastur liður sem að Gunnar Smári kom á hér fyrir nokkrum vikum og vikulega rætt Trump-tíman, kosningar á Hæstarétti í þetta skiptið, tolla og tilskipanir og átakalínur byltingar Trump á sem sagt bandarískt samfélag. En við ætlum að hefja leik á nokkuð snörpu og róttæku viðtali, ég held ég geti sagt. Ég ræði hér eftir andartak við Lísu Margréti Gunnarsdóttur, hún forseti Landssamtaka íslenskra stúdenta og kveikja viðtalsins var nú breytingar á námslánakerfinu sem hafa nú verið gerðar að einhverju leyti til bóta. En samtalið þróast nú dálítið mikið út í það að ræða stöðu ungs fólks sem ekki nýtur efnahags aðstoðar frá foreldrum og það hefur reimbrað á mörgu í þessu viðtali og svona nokkuð drungaleg sviðsmynd sem að blasir við hjá mörgum ungmennum nú. Möguleikar ungs fólks á að koma yfir sig þaki eru sáralitlir nema að komi einhver aðstoð til og ég hveti ykkur til þess að heyra að fylgjast með henni Lísu Margréti hér eftir andartak. En áður en þátturinn hefst þá erum við vön að minna á það að við lifum ekki á loftinu einu saman, heldur stuðningur ykkar, fjárhagslegur stuðningur, hann eldsneytið sem kyndir okkar vélar. Það hefur gengið ágætlega að fjölga áskrifendum eða styrktaraðilum en betur má ef duga skal og ef þú hefur lengi staðið að því að horfa frítt á okkur og hugsað, jú, ég þarf ekkert að leggja mínu mörkum til þess að þetta haldi áfram að koma frítt til mín, þá það svo sem allt í lagi. En það væri enn betra ef þú ert aflögufær, ef þú gætir hugsað þér að líta við á vefslóðinni samstöðin.is sem einnig svona fréttasíða og þar birtum við myndbönd af þáttunum okkar, þannig að það svona alltaf góð hugmynd að fara inn á samstöðin.is og besta hugmyndin hjá ykkur sem eruð aflögufær að skrolla aðeins niður á þá síðu og haka við hnapp þar sem ástendur áskrift og gegn aðeins 2.750 króna mánaðarlegu framlagi, styrktarframlagi til okkar, getið þið haft mikið með það að segja. Við höldum áfram að bæta dagskrána og við höfum verið að því, við höfum bætt við okkur núna nýjum lið, fréttum í beinni útsendingu, 4 daga í viku og það kostar pening og það kostar tíma en við erum til í að auka okkar vogarafl í samfélaginu. Við erum algjörlega til í það, við þurfum bara aðeins meiri stuðning frá ykkur til þess að við getum elt þjónustuna fyrir ykkur. En Rauðaborðið hefst hér eftir andartak, örstutt skilaboð og svo setjum við í gang. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Jæja, krakkar, þetta síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði náttúrulega aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði.
Hæ krakkar, ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Lísa Margrét Gunnarsdóttir forseti Landssamtaka íslenskra stúdenta og hún hingað komin að rauða borðinu. Vertu velkomin til okkar. Takk fyrir. Ég ætla að ræða við þig þær breytingar sem eru nýsamþykktar á Alþingi og eru svona einhverju leyti búbót hefur manni skilist en eiga síður þá eru þessi lán svolítið svona lakari heldur en mín kynslóð ólst upp við og ungt fólk sem ég hef rætt við segir mér að það ger ekki ráð fyrir því að taka námslán, verði allir bara að vinna með námi og svona. Þetta spyr allt stóra spurninga hvort við förum þá að fá minna út úr náminu og hvort við verðum þá ekki jafn góð í að sinna störfum okkar þegar námi lýkur. Þannig að áður en við förum í þessar breytingar það liggur alveg fyrir að það eru færri og færri sem taka námslán, ekki satt? Jú, lántökum hefur fækkað, alveg snarfækkað frá 2020 þegar þessi nýju lög voru samþykkt. Nýjustu tölur sem ég hef séð eru að lántökum hafi fækkað niður í 5.000 eitthvað svoleiðis og það eru þetta bara getgátur en það má alveg ætla að þessir hái vextir og óvissa greiðslubyrði spili þar inn í. Já, veistu, getur þú reiknað það út í prósentum, hve margir prósentulega? Já, við vissum að lántakar voru 18 eða 20.000, ég man það ekki alveg langt síðan ég horfði á þessar tölur, en það var svona 2013-14 eitthvað svoleiðis og svo árið 2023 voru þeir orðnir 5.000. Það rosaleg þróun. Já. Þetta eitthvað sem bara kemur frá Menntasjóði en þetta þetta allt öðruvísi lánaumhverfi heldur en áður af því að námslánin gömlu voru styrkur við námsmenn að því leitinu til að það voru lágir fastir vextir. Já. Núna eru markaðsvæddir vextir. Já. Það gerist 2020. Jú, með þegar lín eða lánasjóður íslenskra námsmanna breyttist í Menntasjóð námsmanna. Á vakt Lilju Alfreðsdóttur. Sannarlega. Og þá var þetta kynnt sem bara virkileg framför í lánasjóðsmálum með þessum námsstyrk eða afslætti af námslánum ef allt gengur á óskum á námsferlinum. Að þú fer á tiltekna hraða. Já. En ekki spurt hve góðar einkunnir þú færð. Nei, það í rauninni bara að þú ljúkir námi á réttum tíma. Það svigrúm sem ár en ef þú ert lengur en það að klára námið þá færð ekki þennan afslátt við námslok og þá ert að standa frammi fyrir yfir 60% hærri greiðslubyrði yfir ævina. En frumvarpi núna sem var samþykkt virkilegt fagnaðarefni, bara svo það sé sagt. Já. Sérstaklega vegna þess að þessi námsstyrkur núna ekki bara þegar þú klára námið á réttum tíma, heldur færðu sem sagt 20% við lok hverjar annar og svo 10% aukalega þegar þú útskrifast, ef þú útskrifast á réttum tíma. Og við fögnum þessu í stúdentarhreyfinguna því að þetta þýðir að fleiri munu fá þennan námsstyrk. Af því að hverjir eru kannski viðkvæmastir fyrir því að fá ekki námsstyrk við námslok. Það eru þeir sem geta ekki klára námið sitt á tilteknum tíma, kannski vegna þess að þau þurfa að vinna mikið með námi til þess að eiga ísuga á, vegna þess að þau eignast börn í námi, eru kannski með sértæka námsörðuleika eða af einhverjum ástæðum þurfa bara aðeins lengri tíma til að klára námið sitt. Já, og að þú minnist á fólk sem eignast börn leið og það í námi, á sama tíma það í námi, við skerum okkur svolítið frá flestum öðrum þjóðum í þessu, það ekki? Jú, við eigum Evrópumet í barneignum í námi. 3/4 íslenskra nemenda foreldra í námi. Ja. Svo það þetta fyrirkomulag með námslánakerfið tekur ekki beint mið af sérstökum aðstæðum íslenskra stúdenta, heldur ekki því að við eigum annað Evrópumet, við vinnum mest allra í Evrópu með námi. Yfir 3/4 vinna samhliða námi.
sem hefur eflaust áhrif á hversu hratt þú getur klárað námið þitt. Já. Ég tek undir það að þessar breytingar sem þú ert að nefna, þær hljóta að vera jákvæðar. En mér langar aðeins að staldra við þessa tvennu tíma áður förum lengra. Og stundum best að skilja heiminn með því að segja einhverjar sögur. Og til dæmis þegar ég fer í háskólanám sem var á 9. áratug síðustu aldar, þá ég kannski eitthvað aðeins að íkja, en ég man ekki eftir neinu sem ekki fékk námslán. Námslán voru bara alfa og omega alls. Á sama tíma var algjör hending ef einhver var að vinna með námi. Þetta þótti bara rosalegu pakki, erfiður pakki að vera námsmaður. Þú þurftir að standa þig vel, þú þurftir að leitast við að fá góðar einkunnir. Það var litið þannig á sem að samkeppnis umhverfið væri þannig að þú yrði bara að reyna að fá sem mest út úr náminu. Og svona í einhverju gamaldags rómantík þegar ég horfi aftur, þá held ég að bara flestir krakkarnir sem kláruðu sitt nám, þeir hafi upplifað það að þau væru bara mjög hæf til þess að gegna þeim stöðum, ábyrgðarstöðum sem að biðu þeirra í kerfinu. Vegna þess að þau voru ekki að vinna við eitthvað annað, vegna þess að þau settu 100% fókus í þetta. Ég hef töluverðar áhyggjur af því samanber þetta sem þú nefnir mér með hrun námslánana úr 20.000 kannski 5.000 á ekki allt og löngu árabili að ef þið eru meira minna öll farin að vinna þá hlýtur það að bitna á gæðum þess náms eða gæðum ykkar sem handhafa framtíðarinnar þegar þið útskrifist. Ég ætla bara að fullera það. Ertu ósammála því? Nei, ég hjartanlega sammála því og líka svo það sé sagt, fólk sem tekur námslán gjarnan að vinna líka af því að framfærslan dugar ekki til þess að eiga fyrir leigu og framfærslu almennt. Ég held að það sé alveg óhætt að fullera það að það að vinna með námi hafi áhrif á námsframvindu og getur til að sinna náminu af því að nám vinna. Og pælingin með því að gefa námslán, hagstæð námslán, hljóta vera að fjárfesta í framtíð þessa samfélags og það raunar lögbundi hlutverk Menntasjóðs námsmanna að vera félagslegt jöfnunartæki sem veitir aðgengi og getur til þess að stunda nám óháð efnahag. Já. Það raunin í dag ef við erum að senda unga nýútskrifaða fólki okkar út stór skuldugt og örugglega þreytt að því að hafa verið í vinnu og námi samtímis. Það eiginlega að verða tímabært að spyrja hvort námslán sem alvöru félagslegt úrræði sem jafnar aðstöðumun nemenda hvaðan á landinu sem þeir koma í nám sé útlið. Algjörlega. Gaman að segja frá því að einmitt í ljósi þess að þessi lög um Menntasjóð námsmanna voru samþykkt 2020 og nú eru við farin að sjá fólk sem útskrifað og farið að greiða af þessum lánum. Landssamtök íslenskra stúdenta og BHM voru að gera verksamning daginn þar sem að til stendur að rannsaka áhrif nýja námslánakerfisins á stöðu fólk sem að greiða lánunum, hvernig þessi niðurfelling hefur verið að nýtast og hverjum ekki og hversu íþyngjandi þetta fyrir greiðendur út frá félagslegum aðstæðum, efnahag og því líkt af því að við höfum lengi talað fyrir því í LÍS að þetta sé mikið jafnréttismál að námslán séu í rauninni að ganga þvert á það sem þau eiga að gera samkvæmt lögum sem að tryggja félagslegan jöfnuð og hvort þau séu hreinlega að auka ójöfnuð. En það sannarlega verið að bregðast við þessu í ráðuneytinu að einhverju leyti með frumvarpi sem var samþykkt núna fyrir 3 vikum. Við viljum sjá frekari endurskoðun lagana sem átti að gerast árið 2023 svo það sé sagt að þá þetta frumvarp eins og það verið að plástra það versta við afleiðingar nýja kerfisins en það ýmislegt sem á ennþá eftir að skoða og bæta en við erum ótrúlega sátt við þær breytingar sem kynntar til dæmis þetta með niðurfellinguna líka hópur sem við erum búin að vera að horfa sérstaklega á fólkið sem svolítið svona
í ákveðnu millibilsástandi kannski byrjaði að taka lán í gamla línkerfinu og tók líka lán í nýja MSNM-kerfinu og stendur núna frammi fyrir því að vera að greiða af báðum lánum í einu sem þýðir mjög mikil greiðslubyrði í hverju einasta mánuði og miklu meira heldur en mánaðarlaun á hverju ári. Þannig að í nýja frumvarpinu að þá verður frá með ég man ekki hvort það er 1. apríl eða 1. maí, allavega í vor á næsta ári, þá verður hægt að sækja að fá að greiða fyrst af háláninu sem er nýja lánið og ég hvet alla sem eru fastir í báðum kerfum að sækja að fá að klára nýja lánið og þá býður bara gamla lánið og það er ekki með sömu markaðsvætu vöxtunum og nýju lánin, þannig að þú greiðir fyrst hálánið og svo þú ert búin að því að þá getur þú byrjað að greiða af hinu. Þetta mun létta verulega á greiðslubyrði margra, af því að ég veit töluvert marga sem eru að borga af bæði H og G láni. En fyrir þá sem vita ekki neitt þetta kerfi, þegar vextir eru háir, þá er verra að vera námsmaður, þá eru lánin dýrari. Já, það sem stúdentarhreyfingin gerði á árunum 2019 og 2020 þegar það var verið að leggja grunninn að þessu nýja námslánakerfi var að krefjast þess að yrði vaxtaþak af því að í upphafi stóð til að hafa bara ekkert vaxtaþak af því að Ísland væri jú lágvaxta umhverfi en sem betur fyrr þá var sett vaxtaþak á það er 4% á verðtryggðum lánum og 9% á óverðtryggðum lánum en þetta hefur, lánin hafa verið í vaxtaþakinu í 3 ár að minnstakosti af því að Ísland er ekki lágvaxta umhverfi og hefur ekki verið undanfarin ár en samt sem áður, þó það sé vaxtaþak þá er þetta háir vextir svo líka í þessum nýja námslánakerfi að þá er ríkissjóður ekki lengur ábyrgur fyrir vanskilum þannig að ef að ég tek námslán og ég stend í skilum borga bara af mínu láni, klára mitt nám á réttum tíma og allt gengur eins og það á að ganga að þá er samt sem áður vaxta álag á láninu mínu og þetta vaxta álag er til þess gert að bera kostnaðinn af vanskilum þannig að það er núna á herðum stúdenta sem taka lán að standa undir þessum væntum afföllum eða vanskilum sjóðsins. Þetta hefur aldrei verið svona í íslensku námslánakerfi fyrir árið 2020 þannig að við erum með margfalt hærri vexti við berum ábyrgð á vanskilum og þessi afsláttur, þessi niðurfelling þá hann kunna hljóma vel þegar maður setur hann í samhengi við vaxtaumhverfið þá er þetta ekki betrumbót fyrir stúdenta, þetta eru slæm lán með að við, hvernig þau voru. Ég get skotið inn í þetta persónulega að ég tók námslán á 9. áratug síðustu aldar og ég greiddi þau bara upp hratt og vel og lítið mál en svo tók ég aftur námslán eftir hrun þá var ég einn af mörgum fullorðnum Íslendingum sem að fóru í háskólanám ætlaði að auka virði sitt bara með því að og með að lítið atvinnu og svona með að fara inn og þetta eru 2 alveg gjörólíkir heimar. Algjörlega. Og þau munu fylgja mér alveg bara á grafabakkan og munur tölvertuðu. Ég held líka háskólaráðherra hafi sagt þetta best sjálfur á pallborði sem var á landsþingi LÍS núna í vor. Hann talaði að hann hefði svolítið fylgst með lánakerfinu versna frá kynslóð til kynslóðar. Hans lán voru best þegar hann var í láni, svo fór konan hans í nám, þar voru lánakjörin aðeins verri og svo er sonur þeirra núna í námi og hann er með langverstu lánakjörin og við verðum að spyrja okkur sem samfélag, er þetta þróunin sem við viljum þegar kemur að því að mennta þjóðina að fjárfesta í ungu fólki sem sérfræðingar í lýðræðissamfélagi, viljum við vera með verra lánakerfi? Það má hafa áhyggjur bæði af einstaklingunum og samfélaginu. Það má spyrja sig hvort háskólasamfélagi verði heimskara með því að resursarnir, þú hefur ekki resursar til þess að einbeita þér 100% að náminu ef þú þarft að vinna með af því félagslega lánaumhverfi er svo skert þá verður bara við verðum bara hreinlega við endum með heimskara háskólasamfélag ætla ég bara að fullir það. Já, líka bara kannski nýútskrifaða sérfræðingar sem eru bara á góðri leið með að fara í kulnun og þurfa að byrja að borga af láninu sínu miklu fyrr heldur en áður
annað gott í frumvarpinu sem var samþykkt að það á að lengja upphaf endurgreiðsluna. Það var 12 mánuðir með lögunum árið 2020. Það á að lengja það í 18 mánuði núna sem eru þetta skrefið rétt átt. Við viljum sjá allavega 2 ár eins og tíðkaðist og tíðkast annar staðar af því að þú þarft smá rými til að fóta þig á vinnumarkaði með nýja gráðu og þess áttar. En það sem að fólk sem er að útskrifast núna býr við að það hefur ár til þess að finna út sínum málum og svo þarf það bara að byrja að borga af námslánunum sínum. En ég nefndi við þig áður en við kveiktum á upptökuvélunum að ég hefði gjarnan viljað njóta þess að sjá lánunum minni breytt í styrk. Já. Fyrir þá sem að fara á sæmilegum hraða yfir og jafnvel finnst mér nú ekkert vitlaust þetta væri einhver liti bara einhver afburðamennska sko, bara með þeir sem útskrifast með láði þeir njóti einhverjar fyrirgreiðslur frá ríkinu. En þá sagði þú þetta er engin styrkur. Nei. Útskýrðu það fyrir mér og öðrum. Já, ég einmitt, sko, nú er ég ein þeirra sem eru bæði með LÍN og MSN-M lán og það er vegna þess að ég var búin að taka LÍN-lán og svo var þetta nýja námslánakerfi kynnt og þar með talið þessi námsstyrkur, 30% styrkur þegar þú klárar námið. Og það hljómaði bara rosalega vel fyrir mér sem valdi hugvísinda tengt nám og var ekkert rosalega mikið að spá í neinu öðru en því. En getum við í raun og veru talað námsstyrk þegar þú berð styrkin saman við vextina sem er verið að bjóða þér? Af því að námsstyrkurinn í gamla kerfinu fólst í þessum lágu vöxtum og fyrirsjáanleika. En í nýja kerfinu þá, já, þú færð 30% afslátt ef allt gengur á óskum. En ef þú færð styrkin, að þá ertu samt að borga sirka jafn mikið yfir ævina og í gamla kerfinu út af vöxtunum. Ef þú hins vegar færð ekki styrkin, þá ertu að borga margfalt meira. Og það er bara mjög mikilvægt að það sé sagt. En sko, ég á það til að vera rosa neikvæð í mínu tali námslánakerfið og ég vil nýta tækifæri og segja ef þú þarft að taka lán til þess að eiga efni á námi og langa til að mennta þig, að þá bara hvet ég eindregið til þess að taka bara lán hjá Menntasjóði námsmanna. Það hefur borið á einkaaðilum sem hafa boðið upp á námslán og bara alls ekki ef einhver er að hlusta og íhuga að taka brúalán, ekki gera það af því að það eru margfalt verri lánakjör og þó að maður sé hérna daldi svartsýnn og neikvæður með Menntasjóð námsmanna þá eru það skástu námslánin sem bjóðast okkar hagsmunabarátta felst í því að krefjast betri lánakjöra og í rauninni að laga þetta kerfi en það er ekki þar með sagt að það sé betra að leita til einkaaðila til að fjármagna námið sitt. Þetta að segja að þessar hugulegu bankastofnanir okkar sem eru í blóður í samkeppni hverju við aðra koma með einhver svona úrræði þá getur verið gott að hugsa sér tvisarum. Já, skoðið það vel. Já. En svo það sé sagt að þá finnst mér nýja frumvarpið sem er orðið að lögum vera alveg mjög stórt skref í rétt átt og við þetta höldum áfram að berjast fyrir frekari endurskoðun og heildar endurskoðun sem átt að gerast árið 2023 af því að það er margt sem má ennþá laga. En já, það er alveg ástæða til þess að gleðjast yfir því að núna muni þessi styrkur nýtast fleirum af því að nú verður hann í lok hverrar annars þannig að ef þú klárar einingarnar einar á einni önn þá færðu styrkin ekki bara eftir 3 ár ef eitthvað kemur ekki fyrir þig. Þannig að það er svona, já, til þess að vera smá jákvæð inn í alla þessa gagnrýni mína. En má ég skjóta það aftur niður úr jákvæðinni? Okay. Þú ert ekkert rosalega ánað með hækkun skrásetningargjald. Herru, nú förum við lóðbeint aftur í neikvæðnina. Nei, það komið svolítið á óvart. Að það ætti að hækka skrásetningargjöld eða sko tæknilega séð þá er þetta sem sagt heimild til hækkun skrásetningargjalda úr 75.000 í 100.000 krónur fyrir opinbera háskóla. Það sem þetta mun þýða er að allir opinberi háskólar munu nýta sér þessa heimild vegna þess að eins og mikið hefur verið rætt bara síðustu ár og jável áratugi að þá er háskólakerfið okkar undir fjármagnað. Það er nýútgefin skýrsla OECD sem fókusar sérstaklega á háskólakerfið og þar er verið að ráðleggja Íslandi að fjárfesta í háskólakerfinu og opinberum háskólum og þegar Silja Bára, rektor Háskóla Íslands tók við núna á árinu og
varð rektor Háskóla Íslands að þá sagði hún að það væri verulega mikilvægt að auka fjárveitingar til opinbera háskóla, annars myndi hún neyðast til þess að óska eftir heimild til hækkunar skrásetningargjalda. Og það pólitísk ákvörðun að fjármagna ekki opinberu háskólana betur og það líka pólitísk ákvörðun að reyna að plástra það sár með því að velta aukinni fjárhagslegri byrði yfir á ungt fólk og stúdenta að hækka skrásetningargjaldið úr 75.000 í 100.000. Það gefur kannski svona 600 milljónir inn í kerfið og það ekki nóg til þess að mæta langvarandi fjársvelti háskólastigsins. Það dropi í hafið fyrir það, en það alveg munur fyrir háskólanema, 75.000 eða 100.000 krónur. Og þar finnst mér bara dálítið ámælisvert að reyna að hálfleysa vandann með því að rukka það sem ekki einu svona skýrt hvort séu skrásetningargjöld, af því að opinberum háskólum ekki heimilt að rukka skólagjöld, en stúdentarhreyfingin hefur í gegnum árin svolítið sett spurningamerki við í hver eru þessi skrásetningargjöld að fara. Þetta bara leið til þess að reyna að fá einhvern peningin í kerfið? Og árið 2020 þá var háskólanemi sem kærði Háskóla Íslands vegna skrásetningargjaldsins og bara setti spurningamerki við hvort þetta væri lögmætt. Kærunefnd eða áfrýjunarnefnd í kærumálum háskólanema tók þetta mál fyrir og dæmdi þessum háskólanema í vil árið 2023. Sem sagt, skrásetningargjöldin eru ólögmætt. Þessu var áfrýjað og samt ákveður ráðuneytið að leggja fram þessa heimild til hækkunar gjaldana þó að það sé ekki komin niðurstaða í áfrýjunarnefnd. Þannig að við vitum ekki á mannamáli, þá ekki ennþá skýrt hvort það sé einu svona lögmætt að rukka skrásetningargjöld eins og þau eru núna. Og því finnst mér svolítið skrítið að ég hækka þetta núna, af því að þú veist, verðum við ekki fyrst að vera með á hreinu, ok, hvað eru skrásetningargjöld? Heimild til þess að rukka svona mikið, hvað þá auka það? Og síðan bara stóra spurningin, ætlum við að leysa þennan vanda með því að seilast í vasa stúdenta eða ætlum við að fjármagna háskólakerfið og þar með framtíðina. Á hækkunin að taka gildi áramótin eða næsta haust? Sko, hún á að taka gildi á næsta ári, ef ég man rétt. Það náttúrulega, þú veist, stúdentarhreyfingin hefur sett stórt spurningamerki við þetta og sérstaklega aftur að því að þá eftir að fást niðurstaða í þetta mál sem áttur endur að liggja fyrir í sumar og hefur ekki enn komið. Ég veit ekki hvers vegna það erfitt að sanna að þetta skrásetningargjald sé lögmætt, ég veit það ekki. En allavega, bara höfum í huga, þetta ekki nóg til að leysa vandann og það alveg skýrt að við ættum bara að fjármagna æðri menntun á Íslandi. Þá komum við aftur að því sem þú varst að segja áðan sem bara hver framtíð háskólanáms á Íslandi. Já. Og hvað verður kerfin okkar? Hvað verður þennan hvata til menntunar þegar við höfum brugðist við með þeim hætti sem við höfum verið að ræða? Algjörlega. Á sama tíma, ég hef mjög miklar áhyggjur af því náttúrulega bara hver staða ungs fólks heilt yfir á Íslandi. Og mér finnst stjórnvöld og bara við öll meira og minna skauta fram hjá því að Ísland náttúrulega bara í bullandi samkeppni við alheiminn og búsetu ungra Íslendinga og okkar besta fólk. Við verðum að gera eitthvað til þess að gera því kleift að búa hérna því að margar rannsóknir sem sýna það að það svona ákveðin ættjarðar ást í hjarta flestra Íslendinga. Íslendingar vilja búa flestir hér í landi, en það náttúrulega meira en að segja það og núna ef við förum aðeins úr námslánunum sem að við erum sammála að þetta eru töluverðar betrumbætur en betur má við duga skal og þessir þróun sem þú færði yfir, hún mjög sláandi. Á sama tíma og sem sagt þessar áskoranir hafa verið fyrir þá sem að kjósa að fara í langskólanám, þá náttúrulega húsnæðismarkaðurinn eiginlega bara lokaður og mjög mikil stéttaskipting að eiga sér stað að þeir foreldrar sem eiga pening til þess að hjálpa börnunum sínu, hvort sem það til þess að stunda nám eða kaupa íbúð, þeir náttúrulega gera það, en það nú ansi margir sem ekki hafa ráð á því og bara svona ef maður aðeins víkja þér persónulega, þú sjálf íbúðareigandi eða? Nei, ég ekki íbúðareigandi sjálf og það engin
á mínum aldri í kringum mig sem hefur náð að kaupa sér íbúð án aðstoðar fjölskyldu. Þú þarft að fá hjálp frá foreldrum eða einhverjum sem getur gefið þér 1.000.000 eða nokkrar. Enginn á þínum aldrei segir? Nei, ég á alveg fullt af vinum sem eiga íbúð en það er alltaf með aðkomu foreldra og margra ára sparnaður og ég meina mér finnst ekkert endilega neitt að því að þú þurfir að leggja fyrir og vinna hart að því að eignast íbúð en það er ekki nóg og ég meina þú veist við sáum frétt fyrir ekki svo lengur síðan það sem manneskja í 3 vinnum að borga himinhátt leiguverð stóðst ekki greiðslumat þó hún ætti fyrir útborgun og íbúð. Þannig að þú veist vandinn er margþættur. Það er ótrúlega erfitt að komast inn á húsnæðismarkaðinn. Fyrir ungt fólk er það nær ógerlegt nema með aðkomu aðstandenda sem eiga efni á því að hjálpa þér. Og ég sjálf sem hefur verið á leigumarkaði, ég á ekki þannig bakland að það sé hægt að gefa mig peninga eða lána mig pening svo ég geti keypt mér íbúð. Bara eins og svo margir sem ég þekki. Algjörlega. Það er bara frekar fjarstæðukendur draumur fyrir mig eina að kaupa íbúð þó ég leggi fyrir. Myndi ég þá komast í gegnum greiðslumat? Veit það ekki. Þannig þetta er staðan og hún er alvarleg af því að nú er ég ekkert að tala fyrir hönd stúdentarhreyfingarinnar heldur bara frá mér persónulega. Mér finnst bara húsnæði það eiga þak yfir höfuðið vera bara grundvallar mannréttindi. En það er frekar óaðgengilegt fyrir stóran hóp ungs fólks og verður bara verra. Þú veist, við sjáum að kaupmáttur ungs fólks hefur stað í 20 ár. Við erum að koma stór skuldug út á vinnumarkað. Og við erum erfitt með að eignast okkar fyrstu eign nema við búum svo vel að eiga góða að sem eru í þannig fjárhagslegri stöðu. Þannig þetta er bara, ég har alveg komin tími til að tala um það og það hefur nú svo sem verið mjög mikið umræðan undanfarið hvað staða ungs fólks er orðin slæm. Auðvitað hafa allir verið að keppast við að ná fyrir kaupmætti eftir hrun en mér finnst ungt fólk hafa setið á hakanum allt of lengi. Það sem ég líka og mér finnst bara að svo ég fletti aftur upp í mínum reynslu heimi og ég farið 40 ára aftur í tíman. Það var bara hending í mínum minni. Ef foreldrar voru að koma að afborgunum því að leggja fyrstu skrefin þetta var yfirleitt eitthvað svona byggs með lánin stundum eitthvað smá svindl sko með að komast inn einhvern lífeyrissjóð eða eitthvað af því að kerfið hefur oft verið þannig að það var svona pínlítið þurft að teygja eitthvað á tvista sko en fólk komst út úr vítarhing leigunar á eigin spýtum. Einmitt. Nú er leigumarkaðurinn bara orðin þannig að það er ekki séns að þú getur lagt fyrir til þess að eiga fyrir útborgun og íbúð ef þú ert á annað borð fastur á leigumarkaði og staðan er þannig að þú þarft annarkvort að búa það vel að geta búið í foreldrahúsum og lagt fyrir og svo líklega að fengi smá hjálp eða vera fastur á leigumarkaði. Já, hugsaðu þér sko húsalega á höfuðborgarsvæðinu hvað þó út á landi hún var nú ekki mjög há sko hér fyrir nokkrum áratugum en nú er hún komin upp úr öllu valdi á sama tíma og við erum að ræða hitt. Þannig að óbreyttu þá bara það er svona fyrir þér einhver bara ómöguleiki að eignast húsnæði. Já, það er ekki það var alltaf svona forgangsatriði hjá mér þú veist að leggja fyrir og svona þú veist það virtist vera smá svona ínáanlegu draumur svo bara einhvern veginn urðu milljónirnar sem ég þurfti að eiga alltaf fleiri og fleiri og svo bara ákvað ég að vera ekki of mikið að spá í þessu af því að þú veist, kannski ef ég kaupi íbúð með einhverjum öðrum eða eitthvað og einhvern veginn finnst peningur eða markaðurinn verður þannig að það verði einhver glufa en þú veist, þetta er ekki ofalega á sjóndeildarhringnum hjá mér það bara verður að segjast eins og er og ég veit að ég er ekki ein í þeirri stöðu þvert á móti. Þekkirðu marga sem að búa í útlöndum en vildu búa hér? Já, ég þekki marga sem kannski fóru út að sækja sér menntun og hafa ekki fengist heim. Já, út af þessu ástandi. Já, út af þessu ástandi. Það er erfitt að flytja heim og fóta sig á vinnumarkað og reyna að komast inn á húsnæðismarkaðinn og það er alveg talsvert betra ástand að flytja bara til Danmerkur og búa einhvers staðar þar sem að stuðningurinn er meiri, samkeppnin er einhvern veginn ekki jafn mikil og þá ég við sem sagt bara að það er betur stutt við ungar fjölskyldur, það er auðveldara að kaupa sér íbúð, það er auðveldara að fóta sig já, þetta er þú talar hérna ættjarðar ástina við það að vilja búa á Íslandi og ég tengi alveg við það en svo hugsa ég stundum er þetta bara eitthvað Stockholm syndrome í manni er það sama? Það er mjög góð spurning það er mjög góð spurning en sko
þessi hópur, það má alveg kalla hann efnahagslega flóttamenn sko. Að hérna hann fyrir hendi við lifum náttúrulega í hnattrænni veröld og mér finnst kannski að við hugum ekki að því að við vorum svona einangraðri hérna áður fyrr og það var bara gengið út frá því að þyrfti einhver frávik sko til þess að hérna að leita sér lifibrauðs og búseta út til landsteinana en eru ekki sammála það að heimurinn allur undir hjá ungu fólki og það varðar miklu fyrir okkur öll að við hérna höldum okkar besta fólki hér áfram á djöflaeyjunni. Algjörlega, höldum okkur áfram á djöflaeyjunni, fáum heim þau sem hafa sótt sér einhverja menntun og einhverja sérfræðiþekkingu, af hverju ættu þau að vilja búa á Íslandi eins og staðan í dag. Já. Mér langar kannski að lokum að spyrja þig út í svona hinn besta heim allra heima eins og Voltaire skrifaði sko hvaða námslánakerfi væri svona raunhæf lausn fyrir bæði nemendur og ríkið hver væri sviðsmyndin, óska sviðsmyndin þín? Einmitt, það eru kannski 2 sviðsmyndir sem ég finnst koma til greina sem að svona má deilum hvort sé betri. Nú erum við í einhverju frekar furðulegu millibilsástandi finnst mér. Við tókum skref í 8 norsku styrkjakerfi en það margt sem vantar upp á það sem sko ég myndi annarkvort vilja stiga skrefi til fulls og horfa í áttina norsku styrkjakerfi. Það þá 40% niðurfelling, 25% í lok hverrar annar og 15% við námslok. Námslokinn þyrfti ekki að vera innan einhvers tímaramma, þú færð bara afslátt þegar þú klárar námið. Þú ert að segja að normenn gerir miklu betur við námsmenn. Miklu betur, já. Til dæmis varandi tímamörkin þegar kemur á námslokum, þú færð alltaf afslátt í lok hverrar annar og þú færð líka afslátt þegar þú klárar og það ekki þröngum skilyrðum háð. Þannig að sko draumasviðsmyndin mín styrkjakerfi sem sveigjanlegt. Það allt í lagi þó þú þurfir eitthvað lengri tíma til að klára námið. Það sem ég finnst mjög gott í norska kerfinu líka að þau lána fyrir þreyttum einingum sem þýðir það ef ég tek 30 einingar á önn og ég næ ekki að klára 30 einingar, kannski næ ég ekki einu svona klára lágmarks eininga viðmiði sem á Íslandi 22 einingar í dag. Það sem gerist þá í Noregi að ég fæ ekki afsláttinn. Ég fæ samt lánið, af því þetta jú lán með markaðsvöxtum. Það sem gerist á Íslandi að þú kannski ert í 30 einingum og þú nærð ekki að klára 22 af því að það bara kemur eitthvað upp á. Þá þarft þú að endurgreiða lánið strax, kannski 500 kall fyrir önnina, þó þetta sé lán. Mér finnst það ekki fullkomin sviðsmynd. Þannig að fullkomin sviðsmynd fyrir mér, ekki fullkomin en bara góð, væri að það væri lánað fyrir þreyttum einingum af því að allt nám saman hvort þú nærð að ljúka einingunum eða ekki og þetta lán ekki styrkur, það væri kannski eðlilegt að greiða tilbaka ef þú fengir bara pjúra námstyrk en þetta lán. Þannig að ég myndi vilja sjá það eða, og þetta bara mín persónulega skoðun aftur, en sko gamla námslánakerfið fyrir mér hljóma miklu betur og ég talaði við Dag B. Eggerts þetta daginn og hann sagði mér að þegar hann var forseti stúdendaráðs in the 90s að þá voru þau í brjálaðri hagsmunabaráttu af því að það átti að hækka vextina upp í 1% og ég sagði bara já þannig að þú veist annarkvort að gera þetta kerfi almennilegt eða bara horfa til þess hvort þetta hafi bara verið betra hinsegin. En það eru aftur bara mínar persónulegu vangaveltur en allavega með frumvarpinu sem núna orðið að lögum þá væri ég til að sjá skrefi tekið til fulls og að við séum með námslánakerfi sem uppfyllir raunverulega þetta lögbundna hlutverk sitt sem félagslegt jöfnunartæki og það sem vantar aðalega í kerfi núna sveigjanleiki af því að þú veist að fá undan þá frá námsárangri þú þarft líka að vera í öndunavél til að fá hann annars bara þarft að borga lánið tilbaka strax. Mér finnst það ekki vera stuðningu við námsmenn, mér finnst það vera refsing fyrir félagslegar eða efnahagslegar aðstæður. Og hvert við komin þegar sko það jafnvel neikvæður ávinningur efnahagslegur af menntun? Nákvæmlega.
Hvað skilaboð eru það? Þú tekur glata lán og svo græðir ekkert á því að hafa mennta þig. Það er ekki þróun sem ég vil sjá. Eins og var kynnt í skýrslu hér daginn. Nákvæmlega. Nú veit ég að það er hefjast vinna í ráðuneytinu einhverja allsherjar stefnu í háskólamálum sem stúdentarhreyfingin hefur kallað eftir í mörg ár og við erum strax byrja á fullu í að vinna að okkar áherslum hvað varðar háskólastefnu. Og ég hlakka bara til að sjá hver fókusin verður þar af því að mér finnst löngu tímabært að fjárfesta almennilega í ungu fólki í háskólakerfinu, að horfa á menntun sem auðlind, ekki bara að framleiða vinnuafl fyrir fyrirtæki, heldur að fjárfesta í menntaðri, sjálfstætt og gagnrýnt þenkjandi þjóð sem við gleymdum dálítið hérna síðustu árin og áratugina. Þú tekur ekki rökin gild að fáviska mín sé jafn rétt á visku þinni? Ekkert endilega, sko. Allir hafa rétt á sinni skoðun, en þá, þú veist, á hverju byggist skoðunin? Og öll samfélög, við þurfum gott fólk. Já. Við þurfum leiðtoga, við þurfum fólk sem að kann vinnubrögð, sem að er tækjum og tólum búið til þess að hérna á ögur stundum að hérna kalla sitt besta fram en maður sko heyrir svolítið það er svo mikil ofmenntun í gangi að þetta er allt sem bara meira en eitthvað rugl þetta háskólanám og svona þú heyrir þessa raddir líka. Heldur betur. Heldur þetta hangja einhver leyti sama við hnignun námslánakerfisins og hvernig við höfum látið þessi kerfi drapast niður? Ég þori ekki að fullyrða neitt með það sko en ég velti stundum fyrir mér hvort aukin aðsókn kvenna að háskólanámi og það að konur hafa verið í meiri hluta háskólanema hafa einhver áhrif á það hvernig við horfum á virði menntunar. Mér veist oftast talað greinar eða fræðigreinar út frá ákveðnum félagsvísindum og hugvísindum og mér finnst mjög mikilvægt að við gleymum ekki vægi félagsvísinda og hugvísinda í samfélaginu. Já, mér finnst mjög vont að sjá hvert umræðan á það til að fara. En já, ég vona að við sem samfélag gleymum því ekki hvað það er ótrúlega mikilvægt að standa vörð menntun, sérstaklega á tímum mjög mikillar upplýsingaóreiðu. Við þurfum sérfræðinga, við þurfum fólk sem er að fara að takast á við þær virkilega flóknu nútíma áskoranir sem við stöndum frammi fyrir sem samfélag og bara sem heimurinn. Þannig ég veit ekki alveg hvert ég er að fara með þessu en bara metum háskólamenntun að verðleikum, gerum ungu fólki auðvelt og aðgengilegt óháð efnahag og félagslegum aðstæðum að sækja sér háskólamenntun og sérhæfa sig í því sem það langar og bara gleymum því ekki að menntun er auðlind. Og gerum þið líka kleift að eignast eigið húsnæði? Já, það sverður nú óskandi. Okkur langar alveg að eignast börn, sko. Við bara höfum ekki efna á því að kaupa okkur íbúð og hvernig við þá eiga efna á barneignum. Út í það farið. Ég vona einhver sé að hlusta. Ég vona það líka. En það er alveg mjög skemmtilegt alltaf að hitta þig hérna við rauðaborðið og hérna gaman að maður geti hent út svona heimspekilegum, samfélagslegum pælingum og spekulatífum. Við verðum alltaf svart sín saman. Ekki sefn viðtöðan. Ég veit ekki, erum við ekki bara... Já, einhver þarf náttúrulega að vera gagnrýninn og róttækur og þú veist, það er svona svolítið mikið af fróði. En til að enda þetta á góðum nótum að þá bara hvetja alla sem eru með námslán núna, sérstaklega gamla og nýja kerfið, tjekkið á frumvarpinu og sækið að greiða af einu lán í einu, af því að þetta greiðslubyrðin er að fara að skána fyrir ykkur. Ljómandi. Já. Lísa Margrét Gunnarsdóttir, kæra þakkir fyrir komuna til okkar. Takk sömuleiðis. Við höldum áfram hér eftir andartak, ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, næsti kapli eftir andartak. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Já, það er komið að Trump-tímanum sem við höldum hérna alltaf á miðvikudögum og það er komið hingað Guðmundur Hálfdanarson sem er prófessor í sagnfræði, Þorsteinn Þorgeirsson sem er hagfræðingur og Magnús Helgason sem er sagnfræðingur líka, ekki? Jú. Verið velkomnir. Það hérna
vakti svolítið athygli hérna eftir ágætis sigur, eða allavega var repúblikanaflokkurinn ekki að gera gott mót í þessum kosningum sem voru náttúrulega ekki út all land eða neitt svoleiðis, en þeir bara gerðu hvergi gott mót. Stuttu eftir það að þá eru 8 demokratar sem að gera samkomulag að hleypa í gegn frumvarpinu stóra, þó með þeim breytingum að það verður borgað út sjúkratryggingin í nokkra mánuði og á svo kjósum þetta í miðjum desember, eða ekki? Sem að mann finnst þetta að vera svona frekar veiku samningur fyrir demokrata. Kannið að skýra þetta, af hverju ég var svona hissa þegar ég sá þetta? Það er átt að sjá því að svona að loka ríkinu, að það hefur aldrei skilað árangri fyrir þá sem er að reyna að sækjast eftir einhverju. Það endar yfirleitt alltaf þannig að sá sem er að reyna að fá eitthvað verður að gefa eftir, einfaldlega vegna þess að það er ekki hægt að halda ríkinu lokuðu endalaust. Það verður að opna, og ef að sá sem er verið að sækja á, í þetta sinn er það sem sagt ríkisstjórnin eða sem sagt ríkið undir Trump, það er verið að sækja, reyna að fá það til þess að beygja sig í því að viðhalda eða halda áfram með skattaafslátt út á heilbrigðiskerfið, sem það lækka greiðslur, tryggingagreiðslur með skattalækkunum. Þetta þeir bara neituðu, og þar með bara var ríkinu lokað og það er svo sem náði ekki neitt lengri þá. Þú gæti ekki enda með öðrum hætti en svona. Það varð að enda einhvern veginn, sko, en að sumuleyti, og menn segja sem sagt að maður lítur á þetta, segja menn að sumuleyti hafi repúblikanar, demokrata unnið til skamstíma, en þetta gæti haft eins og slæmi áhrif fyrir þá til lengri tíma. Unnið til skamstíma, þá áttu við það að þeir náðu góðum kosningum. Nei, ég á það með því að þetta verður núna. Það er sem sagt að tryggingagreiðslur eru að koma til með að hækka hjá þeim sem eru með í tryggingar í gegnum Obamacare, kom til með að hækka svona 70-200%. Það er svona mismunandi hvað það verður mikið. Það verður gríðarleg hækkun á tryggingum hjá stórum hópum fólks í Bandaríkjunum vegna þess frumvarpsins sem var samþykkt í vetur, sem sagt í síðastliðin vetur. Og stóra, góða, fallega frumvarpi sem var samþykkt þá, að það var þetta einn liðurinn í að spara, þá átti að fella niður þessar greiðslur sem var teknar upp í COVID. Og það er bara tímabundið. Þetta voru bara tímabundið, já. Framlengt í 7 vikur. Já, það er sem sagt. Er einhverja líkur til þess að það verið meirihluti fyrir að halda þeim áfram? Nei, það er sem sagt, enga líkur fyrir því, og þar með verður þetta raunverulega hluti af svona þessu affordability sem repúblikanar eiga mjög erfitt núna. Þetta verða sem sagt mjög miklar hækkanir á heilbrigðis tryggingagreiðslum hjá stórum hópum Bandaríkjamanna sem kemur inn í þessa óánægju með þá núna með efnahagsástandið á tíma, og þetta mun magnast fyrir næstu kosningar. Það var eitt af því sem demokrata buðu svona sem svona til þess að opna aftur, var það að framlengja í 1 ár þessar niðurgreiðslur. Það hefði verið mjög sterkt bragð hjá repúblikunum að bara samþykkja það, því þá þetta frestast fram með kosningarna. Þá hefði þetta sjokk ekki komið fyrir það. Þú ætti eiga fyrir því að borga þetta út? Það sem sagt, já, þeir minna þeir eiga ekki fyrir einu hvort þið sko, þannig að það er svo sem breytir ekki öllu. Þetta er ekki það miklar upphæðir að þetta setja ríki á hausinn, þetta eru greiðslur sem eru hvort þeir núna. En það sem við erum með það, að þetta er til skamstíma, þetta verður kosningahættumál í næstu kosningum. Hins vegar þetta svona, kemur þetta örugglega til með að valda ólgu innan demokrataflokksins til lengri tíma. Það er að takast á svona, við getum sagt eiginlega 2 armar, þeir eru kannski miklu fleiri en það, svona 2 megin armar, annars vegar svona öðrum getum kallað Mandami Sanders arminn sem er þá svona progressífur, og hins vegar svona hægfara armurinn, og það getur orðið býsna snúið fyrir þessa 2 arma að sættast, og þetta verður svona svolítið svona olía á þann eld til lengri tíma eins og sé. Þannig að þetta er svona, finnst mér að vera svona það sem menn er að segja akkurat núna, að til skamstíma getur þetta einfallega stuðlað að sterkari stöðu demokrata í kosningunum að ári, en til lengri tíma getur þetta verið svona boðar þetta ólgu í flokknum.
Þetta var náttúrulega ekki demókrataflokkurinn, þetta var bara örfáir þingmenn. Já, þetta voru 8 þingmenn sem að eru í annars vegar þingmenn í kjördæmi þar sem að mörgum tilvikum þar sem Trump vann og eins og eru þetta þingmenn sem eru ekki á næstunni að fara að bjóða, þeir eru eldungadeildamenn sem eru nýlega kosnir, af nýlega gengið gegn kosningar, horfa ekki fram á kosningar á næstunni. Þannig til dæmis var sagt til dæmis að Jan Ossoff þingmaður Georgíu, að hann var harður á móti því að semja þó að Georgía sé svona tiltölulega rauð eins og sagt hún er fjólblá eins og sagt hún sem sagt kaus Trump til dæmis með nokkrum yfirburðum síðust kosningum að hann er að fara í kosningar á næsta ári og ef að hann hefði stutt þetta þá hefði hann sætt mótbyr innan flokksins og þá ekki endilega meðal hann hefur getað selt þetta til kjósenda sem eru ekki í demókrataflokkum. Þannig þetta er svona þessi leikur eða þessi línudans sem að þessir þingmenn verða alltaf að dansa. Þeir þurfa annars vegar að höfða til þeirra sem að kjósa þá í forkostningum sem eru þá flokksbundir og eins og það er að reyna að ná til manni sem ekki eru flokksbundir og það er ekkert endilega alltaf sami hópurinn og reynda alls ekki sami hópurinn og oft með mjög ólíkar skoðanir. Þorsteinn, getur þú lesið Sigur Trump í þetta söguþráð? Já, við meðum ekki gleyma því að Trump sigraði forstakostningarnar og republikanaflokkurinn fékk meiri hluta í báðum þingdeildum og þannig að þeir voru með náttúrulega kröfum það að þeir ætluðu að leggja fram fjárlög og það væri þeirra skilningur sem ætti að gilda og hinir fór í hart þangað til að bara 8 frekar hófsamir þingmenn í demókrataflokknum eða öldungadeilda þingmenn sem sagt gáfu eftir og Guðmundur er aðeins búinn að vísa í þennan mögulega klofning sem eiga sér stað í flokknum og það getur vel verið. En ég held að þetta hafi bara verið, að menn hafa áttað sig að þetta var farið að vega að bara, ýmsum áhættum í bandarísku efnahagslífi. Við erum, með Bandaríkin eru með gríðarlega hátt skuldahlutfall eins opinbera, skuldir líka einkageirans eru mjög háar, hlutabréfaverð er gríðarlega hátt, þannig að það er búið að byggja upp ákveðnar áhættur í bandarískt efnahagslíf sem voru ekki til staðar fyrir 20, 30, 40 árum. Og núna er sem sagt bara skynsamt fólk, það lítur á þessi mál út frá kannski því sjónarhóli að þetta má ekki fara út í einhverja vitleysu bara í einhverju þrákelkni að við ætlum bara vera stífir á meiningunni og hleypa engu í gegn og enginn fær borgað og ríkið bara nær stöðvaðist. En má ekki segja að demókratar hafa verið svolítið fengið út úr þessu það sem að mögulegt var að hefði einhver góða kosningu? Trump sjálfur nefndi þetta fyrst áður en hann byrjaði að tala að hann hefði ekki verið á kjörseðlunum og ýmsar svona aðrar ástæður. Guðmundur var búinn að koma inn á það. Hann nefndi það að þetta hefði verið ástæða fyrir því að grófa undan republikanum. Já, en nú er þetta mál komið í nýjan farveg og það eru aðrar áhættur sem kannski bíða framundan eins og það hvort að Hæstiréttur álítur að Trump eigi eða eigi ekki að hafa vald til að setja tolla á önnur ríki sem hann hefur gert og ef það valdi tekið af honum og hann gerður afturreka með það mál þá er það bara mjög, mjög alvarlegt og mikil ógn við bandarískt efnahagslíf eins og það stendur núna. En það er hann ekki þá bara farið með það í gegnum þingið og þá... Jú, en það getur verið... Og íslenska mælikvarða var þetta bara þingið með skattavaldið og tollar eru skattar og þú mátt ekki leggja á tolla nema að fá samþykki þingsins og þú er bara hegðar eftir því. Já, það getur verið að hann sé komin aðeins og langt í samskiptum sínu við þingið til að það verði eitthvað auðveld lausn. Og en allavega þetta er mín skoðun að hófsemin hafi þarna á endan ráðið. Já. Magnús, er eitthvað að lesa í þetta, þess að 8 demókrata? Já, kannski alveg fyrst, mér bara að gera eitt punkt, náttúrulega með valdið sem Hæstiréttur hugsanlega geti tekið frá Trump eða hvað nú er. Trump hafði aldrei og hefur
öllum hefðbundum skilningi hefur hann ekki neitt vald til þess að leggja á tolla eins og honum sýnist og eins og hann hefur gert. Forsetinn hefur vald til þess að leggja á einhverja neyðartolla vegna neyðarástanda og það ekki þeir tolla sem hann hefur verið að leggja á þótt að hann flaggi einhverjum neyðar ástandi hér eða þar. Sumir þeirra augljóslega eru ekki vegna neins neyðarástandi eins og til dæmis einhverju refsitollar á Brasilíu vegna þess að honum líki ekki hvernig komið fram með Bolsonaro eða refsitollar á Kanada fyrir það að spila auglýsingar sem hann kann ekki að meta. Þannig að Hæstiréttur er ekki að taka vald af forsetanum sem hann hafiði heldur Hæstiréttur að setja honum stólinn fyrir dyrnar með það hann get ekki tekið allt það vald sem hann vill. En hefur forsetinn ekki mikið vald að skilgreina alls konar ástand sem neyðarástand? Já, flestir forsetar vilja vera í einhverju stríði bara til þess að auka vald sitt. Jú, forsetinn getur sælst til valda og tekið til sín ýmiss konar vald í þessu nafnu og ég meina þetta hefur verið drifkrafturinn á bak við útþenslu framkvæmdarvaldsins og forsetaembættisins í bandarískum stjórnmálum alla 20. öldina og 21. hefur verið í gegnum það að forsetinn yfirmaður heraflans og ver Bandaríkin fyrir ógnum og það er það sem hann að nota hér það að hér einhvern neyðarástand og þá megi hann fá að leggja á þá tolla sem hann sýnist og þessi tollar eru undir því yfirskynna það sé vegna einhver fentanils sem bara fyrirsláttur og það sjá það allir og þá það hlutverk Hæstaréttar að koma inn og segja, lögin segja þetta og hér og það einhver glufa en þú ert búin að fara með gegnum þessa glufu ekki bara vörubíl heldur heilan flota vörubíl og nú þurfum við að aðeins taka skref tilbaka og ég meina það ógnin við efnahagslíf Bandaríkjanna núna einmitt þessi tollastefna fórsetan og algjörlega erratík efnahagspólitík. Það getur ykkur á móti sagt að ógnin náttúrulega bara uppsöfnuð skuldasöfnun ríkisins og veikleikar í samfélaginu. Svo það annar liður í þessu. Eins og þetta hefur rekið fyrir Hæstarétti og það var aldrei merkilegt í hérna eins og máli var rekið fyrir Hæstarétti af þeim sem eru þannig ákærandi í þessu máli að þeir lögðu nefnilega ekki mjög mikla áherslu á það hvort að neyðarástand ekki heldur þetta væri ólögleg skattheimta og það snerist allt það og það hefur valdið stjórnum erfileikum að því að stundum segir að leggja mikla áherslu að þetta sé skattur þeir að segja að fá peningin í ríkissjóð þetta lægi þá fjárlagahallan og svo framvegis en það mega alveg augljóslega ekki það má ekki leggja á skatta þingið verður að gera það þannig að þetta mjög flókimál að þetta á tvennum vikstöðum en það var einnig merkilegt í málflutningum hvað lögðu litla áherslu á þetta sem að Magnús einmitt að benda á sem líka alveg augljóst að það var einnig að koma upp einhver, mann ekki hvaða þingmaður spurði hvaða hættu stafar okkur af Spáni það var ég held að þetta spurningum en hagfræðingur getur svarað í hvort að tollar séu skattar já, þeir eru það og ég held að þetta sé hvort þetta er neyðartilvik, ég held að einmitt að allt þegar Trump býður sér fram þá er eitt stærsta málið sem hann ber fyrir kjósendur, það er þetta tollamál og hann segir að ég þarf endatolla til að endurbyggja eða endurheimta iðnframleiðslu sem færir þjóðinni bæði þá þekkingu sem við þurfum í alþjóðlegri samkeppni og líka til að byggja upp þannig störf að miðstéttin, hún sem hefur verið undanskilin í þeirri gríðarlegu verðmætasköpun sem varð frá 9. áratug, að hann fái hlutdeild í þeirri verðmætasköpun og fyrir honum og hans kjósendum að þá hafði skapast neyðarástand efnahagslegt sem kom honum inn í Hvíta húsið. En getur það verið að kosningalofurð að með því að þú vinnur kosningarnar að þá kemur lögmæti þess að efna kosningalofurði gegn í bara stjórnsýslu? Svo er það forsetatilskipanirnar að þær eru bara tæki sem hefur sögulega þróast alveg frá seinna heimstríði í þeim mæli sem hann er að nota það núna. Hann er að vísa auka það svolítið á fyrsta ári í sínu embætti. Maður veitur kannski nota annað orðið en soldið. Maður veitur segja annað en soldið. Hann var allavega bara á réttu róli með það á fyrra kjörtímabili. En ekki núna. Nei, en ok, það hefur aðeins aukist. En þarna er sem sagt, og þetta með innflutning á fentanil og eiturlyfjum, það er líka ákveðið atriði sem hann vill algjörlega stöðva og það er alveg, þetta er ekkit gervi að það sé mikið af eiturlyfja
hringjum að smygla inn í Bandaríkin. Það bara stanslaus vandi og hefur verið í áratugi. En ekki Magnús og Guðmundur að segja að eftir sem áður verður alltaf að ná þessu í gegnum bara eftir lögformlegum leiðum. Þú getur ekki bara sagt að þið báðum að gera þetta. Næsti forseti, hann getur afnumið allar þær forstatilskipanir sem fyrri forsti gerði og þannig virkar kerfið. En þingið svona sá aðili sem á að gera þetta til langframa. En þingið hefur bara verið mjög ósamstætt og illa fungerandi í áratugi. Það hefur ekki fungerað vel. Svo kannski í þessu sambandi náttúrulega hitt sem kannski mikilvægur sambandi með samskipti þingsins og forsetans það að þingið undir stjórn repúblikana hefur verið algjörlega tilbúið til þess að veita honum óútfylltan tékka með það að gera það sem hann vill gera og ekki hreyfninu mótmæli við. Og eitt dæmi það hvernig hann hefur að færa út vald sitt yfir það sem eðlilegt það að hann hefur verið að halda eftir fé sem þingið hefur þegar úthlutað til því fjárlagavaldið hjá þinginu og þegar að þingið búið að útluta fé til einhvers málefnis að þá stendur það. Trump hefur haldið því fram að hann megi vinda ofan að þessu halda fé eftir og nota þeim svo honum sýnist. Þetta kemur fram í fréttum af því það sem hann að halda aftur að greiðslum til að borga og fylgja það sem að demókratar eru. Þetta bara öll sagan og allar þetta ólöglegt. Þetta í andstætt stjórnarskránni. Á 10. áratugnum skamman tíma hafði Bill Clinton svona line item vídeó sem hann gat strokið út eitt og einhvert atriði sem honum sýndist í fjárlögum. Hæstiréttur dæmdi það ólöglegt. Það vald sem Trump hefur verið að taka sér og hann hefur komist upp með að taka sér í bága við stjórnarskrána. Það alveg klárt mál. Það verður ekki undir ofan að því fyrir ná næsta kjörtímabili. Ég held að það verður ekki að greina mun á því sem stendur í stjórnarskráni og því sem Hæstiréttur túlkar að sé anda stjórnarskráni. Hæstiréttur hefur túlkað þetta svona alla tíð. Þetta ekki í stjórnarskráni. Í stjórnarskráni það að sem þingi hefur fjárveitingavaldið. Þetta í stjórnarskráni. Það í stjórnarskráni. En það Hæstiréttur sem á að túlka það og endanum hvort að aðgerðir forsetan stríða við stjórnarskráni eða ekki. Til dæmis þá dæmdi Hæstiréttur það að þegar að Biden vildi fyrirgefa skuldir á námslánum og vísaði þar í neyðarlög frá COVID og þá sagði Hæstiréttur nei, þetta ekki, þú getur þetta ekki af því að það dugar ekki ákvæði í COVID til þess að leyfa þetta og það verður mjög fróðlegt að sjá þegar akkur það sem Magnús að segja þegar þessi mál fara að koma upp þar sem að þetta impoundment það að forsetinn leyfir sér að Nixon reyndi þetta en komst ekki upp með að forsetinn ákveður að fjárveitingar til ákveðna málefna að það sé hans að ákveða hvort að þessu eitt eða ekki. Þetta ennþá í biðstöðu og við erum að sjá hvað Hæstiréttur gerir. Það ekki útsemið það virðist vera, menn lesa það, menn að lesa út úr svona hvað dómararnir segja, menn lesa það út úr því sem það tollana að meiri hlutin muni dæma tollana ólega. En svo getur það gerst með ýmsu hætti og það ýmis önnur ákvæði sem Trump getur nýtt sér til þess að setja tollana á þannig að það ekki þar með sagt að tollana sé farnir. Og svo líka það sem er mikilvægast eða áhugaverst í þessu sambandi sem það að verið bent á það að Trump hefði verið leikur að fá þá í gegnum þingið ef hann hefði viljað það. En hann kaus að gera það ekki. Vandinn er sá að vandinn sem að Trump stendur fram fyrir núna og það var það sem þessum sem það lokað það að í senatinu, í öldungadeildinni þá þarf hann 60 þingmenn. Það eru enda mjög flóknar reglum hvað þarf bara meirhluta hvað þarf 60 tollanir yrðu 60 og hann nær því ekki hann nær aldrei 60 þingmenn. Þannig það ekki eins og þú varst svolítið að ef að Hæstiréttur bannar honum þetta þá ætti hann að geta náðu sig gennum þingi. Nei, þetta ástæðan fyrir því og þessuna til dæmis hann gat komið þessi Big Beautiful Bill sem hann þurfti bara 50 þar vegna þess að ákvæðin eru þannig að ef að þetta eigur ekki ríkisskuldinnar og það má setja þessar til 10 ára. Þess vegna var verið þurft að þessar skattar sem voru settir í fyrri tíðinni þann þurft að setja það aftur vegna þess að þeir voru til 10 ára. Núna voru þeir framlindir með því af því að hann bara sagði þetta kemur ekki til með auka ríkisskuldinnar sem að menn eru reyndar ekki alveg sammála
En þá þurfti 50. En þetta frumvarp til þess núna að framlengja greiðslu úr ríkissjóði, það þurfti 60. Og þessina þurfti þess að 8 þingmenn. Ég hef skilja þetta þannig að þegar hefði verið hægt að koma tollanum í gegn einmitt með reconciliation. Það getur verið, ég vil ekki fullur það. En hvað um það, þannig að stóra málum hérna er það að lokunin kemur til vegna skuldaþaksins og Bandaríkin eru stór skuldu og það þarf að borga fyrir allar þessar hluti. Og það er náttúrulega síðan ástæðan fyrir að demokratinni létu vera að þetta kæmi upp núna til endur samþyktar þessi niðurgreiðslunar á heilbrigðistekjum vegna þess að þar með var þetta pakkaði inn þannig að fullur kostnaður kom ekki fram og það er gríðarlegur kostnaður við þetta hlæðistofan og skuldir ríkisins sem bara aukast og það er eitt af undirliggjandi vandamálum. Annað undirliggjandi vandamál í Bandaríkjunum augljóslega er innan hólun iðnaðarins og það er mjög skiljanlegt að fólk og það er mjög skiljanlegt að og það er plausible líka að það sé hægt að endurbyggja einhvern veginn bandarískan iðnað með verndartollum. En sú tollapólitík sem Trump hefur verið að fylgja og það hvernig þessi tollar virðast að hugsa, það er engin heil brú í því. Ég er alveg ósammála. Þorsteinn er mjög ósammála. En að því hann setur þarna grunntolla 5-10% yfir bara strikið á alla og síðan er hann með svona frávik leyfinleg út af alls konar hlutum eins og fentanyl, viðskiptaháttum og öðru. Evrópusambandið með 15%. Já, þeir eru líka Singapur með 10%. Já, þetta er bara samningamóment á milli þeirra. Hann er að reyna að skapa jafna viðskiptastöðu bandarískra fyrirtækja gagnvart evrópskum í þessum alþjóðlegu viðskiptum og þá meta bandaríkjamennar sem svo að 15% þurfi á Evrópumenn til að svara þeim höftum sem þeir eru með á bandarískan innflutning. Er þeim höft á bandarískan innflutning? Ég held sem sagt, ég hef séð hagfræðingar segja það væri svona 1-2% það er ólíka skoðun þetta. Ég hef engan séð halda því fram að það sé sýnt fram á vitræna lógik í þessu en það eru til tvenns konar hindranir á innflutning. Það er annars vegar tollar og síðan eru það skrifræði og reglur og annað og kvótar og þess háttar sem stöðva og þetta er náttúrulega bara samninganefnd Bandaríkjanna gagnvart Evrópusambandinu og gagnvart Japan og öðrum ríkjum hefur bara komist að þeirri niðurstöðu að þetta er það sem þeir vilja fá lagað hjá gagnaðalanum og ef ekki að þá komi á ákveðnir tollar til að gæta jafnræðis. Það er hugsunin, þannig að segja að það sé ekki heil brú í þessu, það er alveg á skjön við það sem Bandaríkjamenn segja sjálfir. Já, þetta er ein rökin sem það hefa notað. Stjórnin en líka hitt að þegar hann fer fram með þessa tollastefnu, þá er hann eiginlega hálfgerður byltingamæður hann Trump. Hann fer fram á þetta til að laga þessa stöðu og þingið, það er búið að vera svo sofandi yfir þessu í áratugi að hann var ekki að fara að ná einhverjum 50-60 öldungadeildarþingmönnum, einhverjum 100 fulltrúadeildarþingmönnum til að samþykkja það sem hann var að gera. Eftir sem áður er þingið með þetta vald, þannig þú getur ekki sagt að ég get ekki lagt þetta fyrir þingið því að það er sofandi. Sleepy Joe og eitthvað. Já, það er með þetta vald, en hann er líka með forsetatilskipanir og hann nýtir þær til að höggva hnútinn. Þetta er bara stjórnunarstefna. Forsetatilskipun skákar ekki stjórnarskránni, það er bara svoleiðis og Hæstiréttur hver úr þetta við sjáum baka hans. Já, þetta er bara raunveruleikinn. Hann er með forsetatilskipanir og þær eru grundvöllur þessara tolla. Já, og það er Hæstiréttur með það núna og segir, við bara sjáum hvað en haldið það komið út úr Hæstarétti? Já, ég held að Hæstiréttur komið til með að dæma þessa tolla eins og þeir eru settir ólöglega. Og vegna þess hvað þeir spurja gaggrinnið og menn er reynið að lesa það? Já, menn lesa það. Það eru hann að 3 af þessum hægri sinnuðu dómurum sem voru mjög gaggrínir í sínum spurningum. Þetta er allt lögfræðingar og vandinn við þetta sem Trump er að gera, þetta er efnahagslegt vandamál sem hann er að bregðast við og þínir stjórnmálafræðingarnir, lögfræðingarnir, þeir þurfa meiri vinnu til að komast yfir hver lógikinn á bakvið þetta er og þeir voru að byrja þessa umræðu fyrir hvað viku síðan eða svo og þá kom upp svona þessar gömlu
hugmyndir af hverju þurfum við tolla og eru þeir ekki bara slæmir og allt það, en rökin fyrir því eru bara miklu dýpri og viðameiri og það eru ekki komin að. Þorsteinn, það bara skiptir engu máli. Ég meina, hann hefur alveg leið til að gera þetta. Leggja þetta fyrir þingið. Það hefur ekki meirihluta til þess. Já, semst hann sagði það sjálfur að hann ætlaði ekki með þetta í gegnum þingið af því manstu eftir þegar töluðum að smala köttum að það var eiginlega svo ímynd sem hann tók upp á þingheimi að það væri ekki möguleiki að ná þinginu saman þá lausn sem hann sá og ætlaði í gegn. Svo sjáum við hvað Hæstiréttur gerir. Ef þú ert í lýðræðisríki með þingræði, það er ekki forsetaræði í Bandaríkjunum. Þannig að þótt að forsetin vilji gera eitthvað og trúi því eitthvað sé rétt og hvernig það er, ef það er ekki meirihluti fyrir því í þinginu, þá er það ekki ekki að vera hægt að koma því í gegn. Stórum breytingum á samfélaginu og það hefur verið, hefð bandaríska stjórnmála hefur verið svo að stórar breytingar þurfi að vera einhvers konar eitthvað aðeins meira en bara eins manns meirihluti og sá maður sitt í Hvíta húsinu. Þannig að það þurfi að vera einhver breiðari samstæða og Trump hefur ekki byggt hana upp. Hann hefur og komst til valda með meirihluta. Hann hefur á bakvið sig í mörgum málum augljóslega ákveðin stuðning með þjóðarinnar. En það það sem ég ætla að koma að áðan er það að þetta eru nokkra af þessum veikleikum, en stóri veikleikin í Bandaríkjunum er síðan það að það er efnahagslífið stendur hreinlega ekki nógu vel. Það er áframhaldandi verðbólga og hún hefur ekkert minnkað frá því að Trump tekur við. Hún er 3% núna, hún var 3% þegar hann tók við, hún var 3% þegar Biden lætur af völdum. Vissulega fór hún upp í 9% þegar hún var hæst á fyrirhluta kjörtímabils Biden, en hún var komin í og er bara cirka bort þar sem hún var. Hún heldur farið upp á því, hún hefur farið upp á því 0,5%. Og laun hafa ekki hækkað, verðbólga heldur áfram. Þannig að undirliggjandi vandamál sem komu honum til valda, sem er það að almenningur finnur efnahagsvandann á eigin skinni, hann er þarna ennþá og hann hefur ekki verið leystur. Hann segir bara eins og aðrir stjórnmálamenn, þetta er kannski ekki komið en Magnús, þetta er alveg að koma. Já, og svo er hann brugðist með öðru sem er mjög áhugavert, sem er það bara hreinlega að ljúga til það hvernig ástandið er. Bara neita því að og segja bara verðbólga hefur, það er bara, við erum lækkað lyfjaverðum 1000% og einhverja bara stjarnfræðilega vitleysu og demonstratably ósanna hluti eins og til dæmis það að bensínverð sé búið að lækka. Það hefur ekki lækkað. Meðalverð á bensín er 3,10 cent og það var þegar hann tekur við 3,12 cent. Þú ert ofta að leggja áherslu á að við reynum að átta okkur á því hvað Trump vill og hvort það sé eitthvað viti í þessari stefnu. En það sem að Magnús er að vitna núna þegar hann er að tala 1000% lækkun á lyfjum og svona, hvað finnst hagfræðingnum það að hlusta á þetta? Ég er ekki búin að skoða þessi gögn sérstaklega þannig að hann segir þetta á fundum og svona. Já, það er ekki skoðan einn gögn til þess að vita það að þú getur ekki lækkað eitthvað 1000%. Leið að tala þess. Óttast ekki svona hvað svo frjálslega hann fer með hluti? Jú, hann er ólíkinda tól þessi maður og ég er ekki til að verja hann og sérstaklega ekki það sem hann segir og gerir. Hins vegar er reyna að benda á að það er ákveðin lógik í því sem hann er að segja og gera. Og hún er þessi sem ég var að lýsa áðan gagnvart tollum og spurningin með verðbreytingar að hann er náttúrulega að gera ýmsa hluti snúa við að braut Biden sem var að hefta kolefnisorkuframleiðslu eða hvað kallað olíu og kol, að hann er að reyna að opna á þetta til að fá meira framboð af olíu og bensíni til að lækka verðið og það mun skila sér reiknaði með. Hann er hins vegar varðandi lyfjaiðina en þá er hann að semja við til dæmis lyfjafyrirtækin beint, Pfizer og þessi, það að mjög mikilvæg lyf eins og sykursýkislyf og annað, að þau verði snarlækkuð í verði. Þetta var reyndar gert að Biden gera þessa samningar við sykurs, þess að hann að víkka þetta meira út. Hvað sem er. En hafið þið trúið að hann á árangri, hann er alltaf að halda svona blaðamenn en svo er annað með verðhækkanirnar, að verðandi tollana, að svo virðist vera sem framleiðendur í þeim löndum sem er að senda innflutning til Bandaríkjanna, eða útflutning sinn, að þeir séu að éta hluta af tollahækkuninni í sínu vöruverði og það sama má segja byrgjana í Bandaríkjunum með heildsalana að þeir taka líka á sig hluta af þessari hækkun. Þannig að það er eiginlega 1/3 af tollahækkunin sem er að skila sér til bandarískra neytenda samkvæmt gögnum í september sem ég sá. Þannig að
Þetta sko, menn teikna þeim svo illa við Trump og illa við það sem hann er að gera, þeir sjá ekkert nema bara neikvæða hluti en útkoman er ekki svo slæmendilega. Sko, ég held ekki það sé sko, ykkur sérstakri fjandskapið Trump sem hann búast við því að tollarnir muni leiða til hærra verðlags. Það er bara eða minni viðskipta, við sjáum á Íslandi að það er 40% samdráttur í útflutningi til Bandaríkjanna út af 15% tolli. En sko, það sem kannski stendur upp úr þessu og það sem er áhugavert og það sem þú ert að koma inn á hérna sem er þetta er það að sko, menn bjuggust við því að áhrifin yrðu meiri og verri en þau hafa orðið. Þannig að það er eitthvað sem er mjög áhugavert og er einn af þeim hlutum sem mér finnst hefur staðið út úr sko, á þessu fyrsta ári Trump er það að það bjuggust allir við því að afleiðingarnar af þessum tollum yrðu alvarlegri og myndu koma fram fyrr og þyngra. Þannig að efnahags ástandið er þungt, það hefur ekki batnað á þessu enn sem komið er, hvað svo sem kann að verða. En kjósendur eru þeirra skoðun að það hef ekki gert og það skýrir niðurstöður kosningan senastu viku. En það er ekki samanlega því allir hafi sagt þetta, því að Ravi Batra sem ég hef vísað í mikið hérna fyrir fundum, sem skrifaði með þennan vanda af útvistun starfa og til láglaunarsvæða, að hann sagði að með vendartollum að þá væri hægt að fá störfin tilbaka og hann sagði en hann bent á það fyrir þó nokkrum árum að tollar þyrftu ekki að verða verðbólgu aukandi einmitt út af þessum ástæðum sem ég var að segja, þannig að það voru ekki allir að búast eiga tollarinn að leiða til þess að framleiðsla færist inn í landið ef að verðið hækkar ekki. Það eru þetta ástæðan fyrir því að verksmiðjurnar flytja til Bandaríkjanna er það vegna þess að verðið hækkar, ekki satt? En það hækkar ekki. En þetta er náttúrulega viðbrögð þeirra söluaðila þarna erlendis til að viðhalda markaðs sér eða markaðs. Þá hefur þessu tollarinn áhrif. Jú, þeir gera það líka, þeir gera það því að verðin hækka aðeins þriðjung allavega í sín tollan benda til og síðan er þetta langklaup sko, hann er líka búin að semja gríðarlega viðskiptasamninga fjárfestingar í Bandaríkjunum, þannig að erlendir framleiðendur að í staðins að flytja inn til Bandaríkjana að þá framleiðir með bandarísku vinnuafli og tækni í Bandaríkjunum fyrir Bandaríkjamarkað og það er stóra áherslan í þessu líka. Ég var svolítið vandræð með þessa samninga sem er að gera. Ég velti fyrir mig, hver er að skrifundur af samningum stórkostlega fjárfestingu evrópskra fyrirtækja í Bandaríkjunum? Þetta er bara Ursula von der Leyen, hún er ekki að fara að fjárfesta þarna. Svo var hún í Kóru og skrifar undir samskonar samning og ég segi, er þetta ekki bara einhver orð á pappír? Hefur einhver raunverulega trú á því að þetta leiði til einhverja gríðarlegra fjárfestingar inn í Bandaríkjunum? Þetta er ekki bara ESB sko, þetta eru Araparíkin og þetta eru Japan. Það sem kannski líklegri Sádi-Arabía geti gert þetta. Þetta er út allan heim og þeir náttúrulega líka þar í þessu örugglega einhver kaup á herbúnaði og öðru. En þetta er mjög stóri samningar. Eitt af því sem er mjög sláandi að þeir geru samninga við Evrópusambandið kaup á gasi. Frá Alaska. Það kom í ljós það kom í ljós að alltaf gas sem að Evrópusambandið samþykkt að kaupa var meira heldur en að þeir voru að neita. Þannig að þetta voru bara innantómi samningar, algjörlega augljóst að við sáum það allir sem horfðu á það. Hins vegar, þannig að þá bara ekki verið að koma í ljós og það reyndin var að þetta gerist auðvitað fyrra tímabilinu og það kynir að skrifuðu til dæmis alls konar samninga fjárfestingar sem aldrei urðu svo að því að hlutin sem Magnús segir, ég meina það eru ríki skrifar undir eins og ég að fyrirtækja koma og gera eitthvað sem að ríkið það er ekki... Það er mikið óviss í þessu. Já, mikið óviss. En það sem stendur ykkur hérna er þetta. Hann lofar og ætla sér einhvern veginn að endur þessa Bandaríkjunum stefnulíf. Hann er svo sannarlega ekki búinn að því og almenningur finnur ekki neitt bata á sjálfum sér. Þú verður að sýna smá þolinmæði. Og sko, hvernig hann síðan bregst við því að kjósendur séu ósáttir við þetta og það er það sem kemur fram í kosningum með seinustu viku. Niðurstaða þeirra er einfaldlega svo að fólk upplifir það ekki þannig að þessi stórfenglegi sigur hans og repúblingarflokkur ný repúblingarflokkur og Donald Trump að í þar sé einhvern veginn sko framtíðin og repúblingarna svara þessu og segja og það var nú bara verið að kjósa einhverjum sko svona ægilega bláum fylgjum og þarna byggust allir við því að demokratar myndu vinna og þar fendu göttunum en allstaðar þar sem var kosið að þá var tilfærsla til vinstri þannig að það eru kjördæmi sem kusu Trump núna kusu til vinstri og sem sagt krafturinn meðal kjósenda á þessu er vinstra megin ekki
til hægri. Fólk að kjósa demokrata vegna þess að það ósátt við efnahagspólitíkina sem það að upplifa frá stjórnvöldum, frá Trump og frá meirihlutanum í þinginu og það sem demokratar eru að binda vonir við það haldi áfram fram að næstu kosningum og að þeir geti búið til eitthvað svona skilaboð sem nái til kjósenda það og það það sem Mamdani gat gert. Það var að koma einföld skilaboð, að setja fram einföld skilaboð, tala hluti þannig að fólk skildi þá og það eitthvað sem ég get ekki séð að Trump sé að fara að geta gert af viti. Hann getur hugsanlega móbilisera einhvern annan hluta af kjósendum út af eitthvað annað en út af þessi efnahagsmál verður mjög erfitt fyrir að ná í gegn fyrir næstu miðkjörskostningar. Ég aðra sína á þetta og það sem hefur verið að gerast í Bandaríkjunum í undanfarið 50 ár að miðstéttin var hlunnfarin. Hún var hlunnfarin af efnahagsþróun þar sem fyrirtækin uppskáru og Kínverjar og önnur láglaunasvæði uppskáru mikinn hagvöxt. Eins og Bernie Sanders hefur bent á. Já, og þetta ástand sem myndaðist hefur náttúrulega vakið upp efasemdir bandarískan kapitalisma. Þannig að Bernie Sanders kallar hann oligopoly kapitalisma eða fákeppni kapitalisma. Aðrir hafa kallað hann klíkukapitalisma þar sem stjórnmálakerfið orðið eiginlega háð fyrirtækjasamsteypum fjárstyrki til að viðhalda stöðu sinna. Auðvaldir rekur stjórnmálakerfið. Auðvaldir rekur stjórnmálakerfið, klíkukapitalismi. Og í þessari stöðu þá ertu með tvo póla. Þú ert með Bernie Sanders og Mamdani sem eru vinstri sinnaðir demokratar sem vilja fara þessa big government leið að nota ríkið til að endurdreifa verðmætum til taparana í kerfinu eða þú ert með aðalega eins og Trump sem vill bjarga kapitalismanum frá sjálfum sér með því að laga það sem hefur misfarist sem var þetta ofríki stórfyrirtækjana með tollavernd til að fá þau til að starfa í meiri samkeppni heima fyrir hag Bandaríkjana, bæði neytendur og líka starfsmenn fyrirtækjana og þetta baráttan það hvort að Bandaríkjamenn vilji fara leið félagshyggjunnar eða frjálshyggjunnar eða það sem Ravi Batra leggur til með sinni lausn að laun fylgi framleiðni að þú ferð blöndu beggja bæði verðmætasköpun hún fær að haldast sterk að því hún gerir ekki undir félagshyggju en skiptingin líka góð að því hún ekki góð undir frjálshyggju þannig að þú ert að reyna að sameina þetta tvennt í einni aðgerð og tollar Trump eiginlega sterkasta aðgerðin sem hægt að hugsa sér til að auka veg launa í bandarísku efnahagslífi sem nákvæmlega það sem bandarískt hagkerfi þarf að því að það hefur ekki verið vandi með verðmætasköpun, það hefur verið vandi með raunlaun hvernig þau hafa þróast, þau hafa verið flatt, flöt mikið til eða vaxið mjög lítið og þannig að þannig að ég held að leið Mamdani held ég vonlaus og leið demokratana sem fákeppni kapitalismi að halda því fram að Trump hafi einhvern sérstakann áhuga að bæta kjör almennings og ráðast á stórkapitalisman það finnst mér bara reynilega að vera galið það getur vel verið að Batra segja þetta og ég get alveg trúa því en ég hef ekki heyrt að Trump hafi hann sem ráðgjafa en við skulum segja þessi tollar og við skulum segja bara að þetta sé akkurat að virki akkurat svona eins og Þorsteinn segir og að tollarnir komi til með að flytja inn aftur iðnað. Fyrsta lagi tekur það áratug eða svo að skila árangri að því að það þarf að byggja upp bæði kunnáttu og verksmiðjur og annað slíkt. Þessi fjárfesting er gríðarlega tíma. Kjósendur eru ekki sérstaklega þolinmóðir og það er komið ljós núna og það er sagt að núna tollarnir hafa ekki komið jafn mikið inn í verðlagið sem nóttuðust en þeir eru að koma meira inn í það af því að þessir sem hafa verið að éta þetta sölufyrirtækin getur ekki tekið á sig vegna þess að tollurinn er lagður á
ofan á sem prósent ofan á verið til þess að taka 15% toll, þá þurfti að lækka þessu miklu meira til þess að tollurinn hverfi og þá er þetta marklaust hvort þið því að þá er þetta ekki lengur nýtt tollur. En þannig að það sem að hefur valdið þessu sem ég algjörlega sammála því að það hefur verið að gerast alveg gríðarlega mikil skipting í landinu þar sem að þeir ríkara verða ríkar og ríkari og inni fátækari. Þetta er þróun sem byrjaði fyrir lifandslöngu, löngu fyrir þetta að iðnaður flutti til Suðuríkjana og borgaði það skíð og ingenting. Svo gat hann fundið að hann var að flytja til Mexíkó og vera að borga en ennþá minna. Verkalýðsfélög, ég held að stóra málið í Bandaríkjunum er það að verkalýðsfélög eru alveg búið að grafa undan þeim og Trump hefur verið svo sannarlega ekki sýnt þeim mikið stuðning. Ég held að ef að á að nást einhver svona breyting á kapitalismin í Bandaríkjunum þannig að stórfyrirtækin og stórkapitalistarnir fari nú einhvern veginn að vilja jafna stöðu millistéttarinnar, þá held ég að það er ýmislegt annað að gerast heldur en að sitja tolla. Það sem stóri punkturinn í þessu við erum sammála allir hérna og ég held allir sem eru að fylgjast með heimsmálunum, efnahagsþróun, Bandaríkjunum séu sammála það að það er alvarlegt vandamál sem er þessi gliðnun milli verðmæta sköpunarinnar og svo þess hvað almenningur er að fá í sinn hlut. Það er stórt vandamál. Og sammála sjúkdómsgreiningu. Alveg, og þetta er og það er mjög áhugavert það núna eru allir sammála það voru ekki allir sammála það fyrir ekkert svo mjög löngu síðan. Þannig að þessi konsensus vandamálið. Og mikið þátt í þessu. Hann er tildraunir og hann er áhugaverður og merkilegur. Og við getum verið sammála það hérna það að Trump er að reyna að gera eitthvað í þessu. Við erum ósammála sem það hvort að honum verði kápan úr því klæðinu og hvort að Bandaríkjunum verði kápan. Ég held að sé alveg klárt að repúblikanar þeir eru ekki að fara að uppskera árangurinn af þessari pólitík í næstu kosningum né í næstu forsetakosningum. Ég held að þeir mun ekki ná því. Eitt sem að Trump datt í hug til þess að ýta undir það var að taka gróða ríkisins af tollum og dreifa því út á meðan alveg. Akkurat, það er mjög típist Trump málefni. Hann spilar út einhvern stórfenglega nýjum málefnum eins og þetta, einhvern veginn miðjanótt á þessum Twitter sínum. Og þetta náttúrulega að gefa fólki $2,000 tékka nema þeim allra tekjuhæstu sem endurgreiða okkur tollan og þar með kaupa stuðning fólks við þá og gera annað svona sem hann tilkynnir miðjanótt núna helgina. Það eru 50 ára fasteignalán, eitthvað málefni sem ekkert búið að ræða einstæðir innan stjórnkerfisins og hann bara tilkynnir þetta svona og sem eitthvað svona töfralausn á öllu og hann spilar út hvað verður úr þessu skulum við bara bíða og sjá. En stóra atriði það ég held ekki að hann muni geta snúið við efnahagsmálunum nægilega fyrir miðkjörtímabilskosningarnar nýja næstu kosningar til þess að þeir haldi meirihlutanum. Stóru málin í því verða síðan þetta að eftir næstu miðkjörtímabilskosningarnar eru allar líkur til þess að þeir tapi meirihlutan í það minnsta í þinginu eða haldunum í öldungadeildinni og í næstu síðan forsetakosningum sjá hvernig það fyrir, það veldur dálítið mikið á því hverjum demokratar geta spila fram og eins og Þorsteinn bendir á og það eru ólíkir armarinn innan demokrataflokksins sérstaklega, þar eru tveir armar sem eru áhugaverðir. Það er svo djúpt inn í framtíðinni að það er alls konar hlutir eftir að áhrifa það sem við sjáum ekki. Já, en ég ætla að segja það er kosningarnar núna í seinustu viku hins vegar, það sýn okkur það að báðir armarnir innan demokrataflokksins, það er svona meira konvensjonal demokratar og svo þessi Mamdani og einhver nýtt aflínan demokrataflokksins. Báðir þessir armar gátu sigrað með mjög sannfærandi hættu og það er í New Jersey og Virginia það með Spanberger sem er fyrrverandi CIA officer og svona eins típiskur establishment demokratur raunveru og þú getur verið og hún fer fram á svona affordability plattform og vinnur stórt og sama í New Jersey sem líkurnar voru fyrir að þeir myndu hugsanlega merja en þeir vinna með mjög sannfærandi meirihluta. Á báðum stöðum ertu með frekar dæmigerða demokrata og þeir geta sigrað á þessum skilabóðum. Mamdani gerir það síðan í New York. Munurins á þessum tvennum síðan hann kannski er áhugaður hann sá að í New Jersey og Virginia þá sigrað þau ekki bara á einhverju svona affordability plattform heldur líka á óanægju specifically með
Trump. Í New York að þá var óánægja með Trump var ekki það sem keyrði stuðningi við Mamdani, heldur var það excitement Mamdani og lofvarð Mamdani og það sem Mamdani hann var að stilla sér upp sem einhvern veginn andstæðing Trump, það var ekkert að spara það. Þannig að ég kannski bara segja þetta sem ég í New York eru 36% íbúa fæddir utan Bandaríkjanna. Þannig að hann var með mikið fylgi út á það að hann var eiginlega þessi menningabylgja sem Trump er að reyna að sporna við og síðan koma með endurvekja hvíta, kristna, evrópsku. Ég held að sé rangt. Já, Trump er að reyna að gera það. Já, ég held að sé rangt. Ég held að sé rangt að Mamdani hafi sigrað út af því að vera á móti því. Ég held samt sem áður að þetta er ásteytingasteinn í bandarískum pólitík. Og demokratar, sérstaklega í New York, þar sem svo mikið af erlendfættum. Þetta er ríkisborgar sem kusu, þetta er ekki en sem fætt erlendis. Ég held að alveg klárlega menningastríðin eru eitt og þessi spurningarnir. Þetta hefði koma og hefði bara hvíti fengið að kjósa, ef bara gamlir hefði fengið að kjósa, ef bara kristnir og gyðingar hefði fengið að kjósa, hann hefði unnið, hann með þess að unnið ef konur fengið bara að kjósa. Það staðfestir þetta sín að segja. Nei, en kannanirnar sína einmitt akkurat ekki að menningarstríðismálin hafi keyrt sigurinn. Já, en þú sér það að þú greinir þá sem að kusu að á bakvið þessi menningarstríð náttúrulega þau sem að móta bandarísk pólitík. Já, en ég held að það sem að lærdómurinn sem kemur á þessum kostingum og sérstaklega í New Jersey og Virginia það að keyra ekki á menningarpólitíkinni, keyra ekki á vókinu, heldur keyra á efnarsmálum. Menningapólitíkin allt annað. Menningapólitíkin það að ég svartur. Það með ekki sömu réttinda í samfélaginu og þú. Já, ég veit það. Það er ekkert vók. Nei, ég er algjörlega sammála því. Ég er mjög sammála því. Það er bara það lærdóminu sem við læra að það er svo auðvelt að nota það sem til þess að mobilisera hina. Heldur þetta bara það þeir eru í stjórnarstöðu og það er svo miklu þægilegur í stjórnarstöðu í stjórn þegar efnahagsástand er ekki gott. Efnahagsástand í Bandaríkjunum er ekki gott. Það er ekki bara vegna þessara svona iðnaðarins, heldur þetta bæði skammtíma erfiðleikar sem eru bara ekki búin að ná sér eftir COVID og annað slíkt. Síðan eru þetta þessi langtíma þessi efnahagslega skipting, en það er ekki, verðbólgan hefur ekki komið tilbaka og það eru svona einhvern veginn væntingar og sérstaklega Trump, hann rak þannig pólitík í síni kostingabartu. Hann ætlaði bara verðlagi myndi bara lækka og hann lofaði alls konar hlutum og hann fekk fullt af kjósendum út af það og ég held að hann fengir alveg miklu meira kjósendum en hann heldur kannski bara sem eru ekkit sérstaklega hrifnir af honum sérstaklega en það vildi bara lægra matarverð. Já, ég meina það bara hefur það helvítið skýtt. Hann lofaði alls konar. Fólk hefur það skýtt, húsnæðisverð er hátt, heilbrigðiskerfið erfitt, launin ná ekki endum, fólk að finnst að staða þeirra að vera að hnigna og eins og segi, það getur vel verið að pólitík Trump muni skila árangri eftir 20-30 ár en í þessu kerfi sem búum við þá er það bara vonlust að það er engin sem verður í fjárfestingar skila sér á 2-3 árum. Þannig að ef að þetta gerist að hann fær þessa viðskiptasamninga upp enda það sem ég þykist vera efinsum og réttilega svo þetta lofvort að ef hann fær einhverju bara hlut af því þessum 30 triljónum eða biljónum á íslensku dollara viðskiptasamningum, ef hann fær bara hlut af því þá er það gríðarlegt innlegg í hagvöxt í Bandaríkjunum og það getur aukið hagvöxtum 1,5-2% á ári miðað við það sem hann er núna sem mun þá gera það verkum að hagvöxtur verður loksins meiri heldur en raunvextir. Hvaðan kemur þessi tala 30 biljónir? Ég leið mér að klára. Ég bara spyr bara til að... En þetta verður sem sagt, ef hann fær hagvöxtin upp fyrir raunvaxtastigið, að þá er ekkert sem dregur hraðar úr þessari skuldastöðu sem Bandaríkin er í. En heldur þú Þorsteinn að það komið 30 biljónir? Ég meina, þessi samningar sem, Evrópusamningur, þetta er svona 300-400 upp í 800 miljardar sem hann er verið að selja. Þetta er að vísu tölur frá Trump. En ég sagði líka, ef hann fær bara brot af því. Ég held að séu svona ef þú leggur þetta allt saman, þá ná þetta kannski svona 2 biljónum, triljónum eins og í enskunni.
Og það eru þetta Nei, ég er ekki viss, sko, ég hef ekki áður að við hættum. Það er eitt sem að hann er núna ómissalli forseti heldur en flestir hafa búið við. Og það eru 54% landsmanna svona meðaltali sem að segjast vera ósátt við hann. En 42% sátt. Þetta eru háa tölur ágætis útkoma með við evrópska stjórnmálamenn. Þeir þurfa að lífa við 11% í Macron. Eða bandarska þingið. En það er búið að polarisera svo mikið í kringum persónu. Ég ætla að spyrja ykkur hvaða máli skiptir þetta fyrir forseta sem ætlar að ná fram miklu breytingum eins og þú ert að segja. Ef hann hefur ekki meiri stuðning heldur en þessu nemur. En ef hann er með 55% af fólkinu alltaf á móti sér. Já, þetta er náttúrulega spurning líka hvað hann hefur þingið á bakvið sig. Þetta er líka spurning hvað heldur af þessum forstatilskipunum sem hann notar. Hann er kosinn og það er ekki endilega vinsælda kosningar og kjörtímabilið skipta máli. Það er samt þannig að það er byrinn sem þú hefur. Mandatið, eins og það heitir, umboðið, það helgast af útkomunni í nóvember 2024. Og það er ekki síðan vinsældakostningar sem hafa endilega eitthvað áhrif á það. Heldur er það bara hvernig þingheimurinn haga sér og hvernig forsetilskipanir eru og hvort þær haldi. En ég fylgst með Trump og ég held að fáir stjórnmálamenn að láti vinsældarmælingar hafa meira áhrif heldur en hann. Maður sér það alveg bara í hvað er stór login í honum. Og hann er ekki búinn að vera sérlega sterkur núna undanfarnar vikur. Og svo er með umboðið. Umboðið er náttúrulega umboð í stjórnmálum er svolítið fyrirbæri sem stjórnmálmenn taka sér. En þeir þurfa að hafa einhver sannfærandi rök fyrir því að þeir geti tekið sér það. Og svo lýsa því yfir að þeir hafi umboð og hegða sér samkvæmt því. Og ef þeim tekst hann á árangri með þessu umboðu sínu þá halda þeir umboðinu og ef byrinn er áfram á bakvið þá halda þeir því sannfærandi. Þeir geta haldið áfram að gera hluti en þeir hafa ekki lengur sannfærandi umboð fyrir það. Eins og Trump spilaði mikið á með því að íkja kosningasigur sinn og þá er hann að sækja umboð og það er núna bara eins og þetta sé ekki að virka hjá hann. Hann hefur fram að miðkjörstímabils kosningum og ef hann tapar í báðum öðrum þingheimi þá er hann orðinn það svo kallar lame duck eða lamað öndin sem forseti. En hann hefur þetta skamma tíma 1-2 ár til að koma helstu stefnumálinu sínu í gegn og það kannski útskýrir hraðan í því sem hann er að velta hlutum áfram. Já, það er alveg rétt það er alveg ljóst að það var alveg vita frá upphafi að forsetinn hefur gjarnan yfirkynum 2 ár til að gera þessa hluti. Ég held að stóra máli fyrir Trump og svona hvernig hann verður svona skrifar inn í söguna og hvernig þetta fer allt saman auðvitað þróun í efnahagsmálunum næstu mánuði. Ef það heldur áfram eins og horfir á núna að þá mun hann tapa stórt í næstu kosningum af því að fólk er mjög fljótt að skipta skoðun ef að það gerist því sem að lýst yfir. Ef það eins og það við skulum segja að það fari að það sem að Þorsteinn var að lýsa áðan fari að batna og þá veit maður ekki, eins og segja ég er sakfræðingur, ég ætla ekki að spá fyrir hvað gerist en eins og segja eins og svona þetta virðist vera núna þá virðist hann eiga heldur á brattan að sækja og það er alveg ljóst og þetta gerist til þess með Biden að forsetar sem að hafa þetta lítinn stuðning að það er mjög erfitt fyrir þá að koma málusinum í gegn. Smám saman fara flokksmenn vera að sjá að það borgar sig ekki að vera að hengja sig á mikið á það. Þeir missa tökin á þinginu. Núna held ég að sé stóra máli hvaða tök hefur Trump á Hæstarétt. Það er það sem við erum að spyrja það sem þú ert að benda á við getum að fara til Bretlands og horta á hvernig Starmer engist raunverulega með þennan nýtta meirhluta með 2/3 út af þingmanna en samt einhvern veginn getur hann ekki náð neinu í gegn þannig að það skiptir máli hvort þú sett með byrð ekki en að þú varst að nefna Hæstarétt þá var í vikunni úrskurður að þeir tækja ekki fyrir mál sem að þeir sem að sóttu það voru að vonast til þess að yrði hafnað hjónabandi samkynhneigðra. Nú er allir að horfa á þessu hvernig Hæstiréttur bregst því hann er íhaldsamur á stórleiti margir sem að eru settir hann inn af Trump. 3/9 og menn er að velta fyrir sér býtu hvað liggur lojalitet þessa fólks liggur það með hægri hreyfingunni við stjórnarskrá Já, ef við lítum Hæstarétt þá er alveg greinlegt að pólitík skiptir mjög miklu máli og það er bara þannig og það hefur grafið þetta undan svona trúmann á Hæstarétt. Það er alveg greinilegt að þrír sem eru skipað demokrataforsetum kjósa alltaf í blokk
Hinn 6 kjósa mjög oft í blokk, stund öðru hvoru gera þeir ekki, en þar eru menn, sérstaklega Thomas og hann Samuel Ailito, sem að kjósa alltaf með Trump. Það myndi, þeir myndi kjósa að heiminin væri rauður, ef að Trump segir það. Svo þannig hinnir og þeir eru á svona ákveðnu rófi. Það hefur komið fyrir og þeir hafa sýnt það að þeir hafa sýnt Trump alveg ótrúlega virðingu með þessum shadow docket sem kallað. Það sem sagt að þeir úrskurða í málum án þess að fjalla þau, að það bara á þess að raunverulega skrifa neitt það, á þess að taka neina til málflutning það og það hefur 80-90% fallið Trump í vill. En það alveg ljóst að meðal þessara, eins og það alveg rétt sem Þorsteinn segir, þeir eru þannig til þess að vera í stjórnarskrána. Það er þeirra hlutverk, en hvernig maður verið stjórnarskrána, það svona dálítið matsatriði og það verðum í fróðlegt að sjá, til dæmis þetta tollamál, það er eitt stór ástendingasteinn. Það er ekkit víst þetta verið það bara tollanir ólöglegir og bara búi í spil, það getur verið alls konar útfærslur og það þá eftir að koma í ljós. Það eru fleiri mál sem eftir að koma. Það er eins og Magnús nefndi áðan að það er að Trump hefur ekki hefur fjárveitingar sem hann hefur bara neitað að eyða sem þingið er búið að samþykkja. Það eru alls konar mál í pípunum sem er eftir að koma í ljós. Þannig en það er alveg ljóst að Hæstiréttur er mjög hliðhollur Trump, en hann er hins vegar ekki algjörlega menn eins og Roberts. Coney Barrett hefur til dæmis líka greinilega bein í nefinu, en negðin er að fylgja Trump. En eins og talar, gerir ekki ráð fyrir því að þetta fólk sé að kjósa samkvæmt sinni samfæringu? Heldur að þeir sem að kjósa með Trump séu að gera það af hlýðni? Já, ekki kannski endilega hlýðni við Trump, heldur meira hlýðni við málstæðin. Það eru þetta þeir ákveðnar... Þessar samfélagsbreytingar sem að við hægri menn verðum að ákveða. Það eru ákveðnar áherslu, til dæmis vald forsetans sem að greinilega til dæmis menn eins og Roberts, það var lengi haft alveg frá því að hann var að vinna fyrir Nixon á sínum tíma. En þessi gagnrýni alveg jafnvel við þá sem demokrataforsetar hafa skipað. Það sem Guðmundur er komið inn á sem er mjög mikilvæg punktur sem er þetta. Það hefur verið Hæstiréttur frá aldamótum og raunverulega frá 9. áratugnum, alveg klárlega frá 10. en alveg mjög skýrt núna The Roberts Court undir John Roberts sem núverandi Hæstiréttur, að hann hefur verið að færast til hægri, getur við sagt. Og þú nefnir þetta mál hvort að Hæstiréttur sé tilbúin til þess að vinda ofan af rétti samkynhneigðra til hjónabands. Því Hæstiréttur hefur tekið ýmsar ákvarðanir á seinustu árunum sem hafa fengið mikla athygli, eins og til dæmis þetta að senda rétt kvenna til þungunarrofs aftur til fylkjana, sem fólk tekur eftir og það sér í þeim birtast þessa hægri slagsíðu og einhverja vaxandi hægri róttækni hjá Hæstirétti. En Hæstiréttur hefur einhverja sér, þegar maður skoðar þetta, að þá hefur hann verið tilbúnari og gengið lengra í þá átt að auka vald framkvæmdarvaldsins og verið tilbúnari til þess að stíga róttæksskref í þá átt en að stíga róttæksskref aftur á bak í þessum menningarstríðum. Þannig að víglínan í Hæstarétti, stóra víglínan þar sem hún hefur eitthvað verið að færast, er ekki í menningarstríðunum, heldur í spurningunum vald forsetaembættisins. Sem að Trump ætti að vera ósátt að hann er frekar að vinna þá sigra. Og þeir hafa verið tilbúin til þess að veita honum núna greiðlega mikil völd sem voru ekki tilbúin til þess að veita þegar að Biden var við embætti. Og þannig að það vekur þessu spurningu hvort þeir að þetta sé sérstök völd fyrir forseta republikana eða ekki, en það er þetta er mikilvægur punktur til þess að gera greina mér á, er það að Hæstiréttur hefur verið að færa sig til hægri, getur við sagt, í þessum málum, en þessi menningarstríðismál, hann hefur ekki verið, viljans til þess að taka slagið þar hefur ekki verið jafn mikil. Þannig að stóra víglína núna í bandarískum samfélagi held ég einmitt meðal út af þessu og þar sem mann þurfa að hafa, fylgjast með að hafa augum hjá sér, það er víglín réttaríkið, þingræðið, það er leikreglu stjórnmálana og samfélagsins. Stjórnarskrá var réttindi einstaklinga?
Já, sko, ég held að sko, Mentor Roberts hafa tilbúin til þess að hafa mjög lengi haft þessa skoðun og það hefur verið þessi skoðun með þetta unitary executive branch og ég bara klára þetta sko, bara stutt og hérna það sem að raunlega núna átökin snúast hvar eru þá línunar, hvar eru línunar á milli framkvæmdavaldsins og löggjafarvaldsins, þar ég ekki alveg viss að ég eftir að sjá hvernig Hæstiréttur dregur það línur. En ég held að þetta með þegar valdið fóstur hvað er að kalla þungunarrof, já. Þegar valdið var sett í fylkjana, það bara það sama og eitt af prinsipum Evrópusambandsins, svo kallað subsidiarity principle, að ákvarðanataka á að vera á lægsta mögulega stjórnsýslustigi fyrir ákveðna hluti og ég held að þetta hafi bara komið til móts við það að í Bandaríkjunum sig að ræða eitthvað svona universal rétt en ég held að þetta hafi komið til móts við það að í Bandaríkjunum mjög dreifður skilningur á milli fylkja fyrir það eru rauðfylki og bláfylki og þetta kom til móts við það sem rauðufylkin vildu að þau voru íhaldsamari og það það sem styrinn stendur en þarna var í rauninni þungunarrofinu það var sett til fylkjana að ákveða það í samræmi við vilja sinna kjósenda, þannig lítið á það. En á móti kemur þá krafan það að mannréttindi eins og þessi séu algild í samfélaginu, þannig að ef að republikanar ná einhverju stöðu í einhverju Alabama, að þá sé geta taka af með þau réttindi sem ég hefði áður. Nei, en þetta mannréttindin, það náttúrulega þessi, að þetta sé réttur konu til að ráði við sínum eigin líkama og svo það hitt sjónamiðið að það sé réttur einstaklingsins að fá að lifa og dafna. Hver hafi rétt þess einstaklings, hvort það sé móðurinn eða hvort það sé meiri hluti republikana þetta eru átakalínurnar í málinu. En það sem Þorsteinn að tala er náttúrulega mikilvæg punktur í þessu og hann þessi að þessi sókn í réttindabyltingarinnar og það sem mikið af þessum réttindum vinnast að hún að vissuleyti stöðvuð þegar að á 8. áratugnum þegar að til dæmis það þessi jafnréttis ákvæði stjórnarskrárinnar sem hefði tryggt jafnrétti kynjanna stöðvað. Það sem hefði þurft að gerast hefði náttúrulega verið það að ákvæði eins og þetta réttu hvernig til þungunarrofs hefði verið settur í lög eða tryggður með stjórnarskrá þá fyrir allt landið. Ef þetta eru universal réttindi þá þarf samfélagi að taka ákvörðun það eftir þeim leikreglum sem það hefur sett sér það þetta séu það. Í staðinn þá eru þetta staðfest sem universal réttindi af Hæstarétti og eins og Þorsteinn bendir á það allan tíman hefur það verið staðið á verið ákveðnar efasemdir það, ekki það þar til að Hæstiréttur núna ákveður það að þetta skulle fara aftur til fylkjana að þá var Hæstiréttur harður á því að það ætti að gilda fordæmi í þessu málu. Þetta væri alveg sérstakt dæmi það sem fordæmi ætti að gilda starrið til sæsis og ætti þess ekki að vinna og svo ákveðna það það á að gera og senda með þetta til fylkjana. Ég held að á endanum þetta hefði verið eðlilega að klára þetta þannig og nú verður það bara að gera það þannig og það verður að vinna þess að sigra í fylkjunum en það hefur sennilega sýnt sig að þegar að fólk og kjósendur eru móbiliseraðir þessi máli í fylkjunum að þá eru þau tilbúinir til þess að verja réttkvæna til þungunarrofs eða koma honum inn í stjórnarskrá fylkjana og það móbilisera fólk til pólitíska þáttöku sem gott. Þannig en stóra atriði kannski í þessu bara síðan þetta að ég held að það sem við þurfum að hafa áhyggjur af ekki svona persónuleg eða borgarleg réttindamál heldur það sem við þurfum að áhyggjur í Bandaríkjunum spurningar þingræðið og hvar valdi liggur á milli greinina og stóra byltingin og stóra breytingin sem að verða í Bandaríkjunum núna það að þessi byrinn á bakvið unitary executive theory sem Guðmundur nefnir unitary executive theory sem eitt af stórum málum Bush yngri var einmitt það að þenja út valdsvið forsetaembættisins. Það hefur verið nokkuð stöðug hreyfing í áttina að þessu frá lokum seinni heimsstyrjaldar. Hæstiréttur eru ýtt á bak á móti oft á tíðum en núna að þá hefur forsetavaldið þanist út meira en það hefur gert hraðar og meira en það hefur áður gert og ef það sem Trump hefur komið í gegn stendur að þá eru Bandaríkin að færast úr því
að búa við þingræði yfir í það að búa við raunverulegt forsetaræði og það mjög dramatísk og róttæk breyting á Bandaríkjunum. Ég verið að setja komu hérna eins og séð orðið var við og kannski hlustendur okkar líka að þá þetta endalaust að tala út frá Trump því að raunverulega erum við að tala bara lífið og tilveruna. Hann hérna, hans forsetatíð snertir eiginlega ótrúlega marga þætti í efnahagsmálum, í mannréttindum, í völdum milli fylkjanna, í hérna, völdum á milli forsetaembættis og þingræðis og svo fleira og fleira. Þess vegna höfum við alltaf hérna á miðvikudögum Trump-tíman. En Guðmundur, Þorsteinn og Magnús, kæra þakki fyrir í dag. Takk sömuleiðis. Takk. En við ætlum að halda áfram að reyna að skilja þennan heim sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Jæja, krakkar, þetta síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði náttúrulega aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég nýji kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Já, við ætlum að bregða okkur til Bretlands, þar sem spenna í pólitíkinni eins og hefur verið bara mörg undanfarin ár. Guðmundur Auðunsson hagfræðingur sem býr í London og við köllum hann fréttaritara samstöðurinnar í London. Þetta velkomin. Takk fyrir kjalla. Já, við rættum ýmislegt meðal annars mögulega stofnun sem verður af flokki Jeremy Corbyn og Sultana, Sir Sultana. En það sem hefur gerst eiginlega síðan við rættum saman síðast var að græningjarnir kusu sér nýjan formann, Jack Polanski, sem sótti eftir umboði til þess að breyta flokknum töluvert og taka upp svona það sem maður gæti kallað sósíalíska efnahagsstefnu. Og það sést strax í könnunum að sá flokkur rýkur upp. Það nú mismunandi eftir því, en í sumum könnunum hefur að vera með meira fylgi heldur en verkamannaflokkurinn. Og kannski eðlileg spurning þarna eru græningjar búin að stela þrumunni eins og sagt af Corbyn og Sultana og Your Party. Að mörguleyti má segja það. Það sem að gerðist það að það var ákveðið uppgjör innan græningjaflokksins að græningjar höfðu svona ákveðna svona millistjættar suðaustur, suðvestur hluta Englands ímynd, svona einhvers konar róttækari. Þetta er nokkuð gamall flokkur, var stofnaður á 8. áratugnum upphaflega en náði svona aðeins á stað á 9. áratugnum en hefur verið svona einbeitt sér mest af umhverfismálum en verið alltaf með frekar róttækar skoðanir róttækar skoðanir svona efnahagslega en megin áherslan á umhverfismál og flokkurinn náði fyrst þingmönnum 2010 þingmanni og eru núna með 4 þingmenn. Ekki með formaðurinn ekki þingmaður en það var svona ákveðnilegt uppgjör sem gerðist hérna hjá græningjum. Það var kosið á milli formanns. Jack Polanski var annars vegar í framboði og hann vildi keyra á svona harðari vinstri stefnu í bland við umhverfismálin og leggja áherslu á efnahagsmál sem lykilatriði frekar heldur en að sjá allt í gegnum grænglerugu umhverfismála og vil líta á að umhverfismál séu hluti af efnahagslegu og félagslegu samfélagi sem við búum með, umhverfisvandamálin séu hluti af efnahagslegu og félagslegu vandamáli sem við búum við og já, má segja það, þau séu afsprengi mörguleyti afsprengi af einu kapitaliska hagkerfi á móti svona hinum klassísku græningum sem voru gegn honum og sem vildu svona halda áfram á þeirri línu sem þeir höfðu verið að leggja fyrst og fremst áherslu á umhverfismál halda áfram að byggja upp í sveitafélögum þar sem að þeir hafa náð ákveðnum árangri og hafa verið lengi að byggja upp. En Jack Polanski, svo skemmst þeirra frá að segja, að hann vann með yfirbörðum og meðal annars má rekja sigur hans til mjög öflugar upplýsingarherferðar sem minnur margt á það sem að Mandami
Mandam í New York borg keyrði. Hann var með mikið af TikTok-vídeóm og svona herferðir á netinu og náði mjög mikið vel til ungs fólks. Og síðan hann var búinn að ná ákveðnu svona kjölfestu áður en hann var kosinn formaður, en sérstaklega eftir hann var kosinn formaður, að þá náði hann ákveðnu leyti, hefur hann haldið áfram þessari herferð og hefur meðal annars komið sér inn í ýmis svona gamanþætti á panela og fleira og verið að bara reyna að búa til ákveðna ímynd. Og þetta hefur gert það að verkum að ungt fólk sem að sérstaklega, en líka margir vinstrimenn sem eru mjög óánægðir með verkamannaflokkin, að þeir hafa fylgt sér að baki honum og hann hefur sópað svona upp þetta mikla óánægjafylgi sem að auðvitað Your Party ætla sér að einbeita sér að, og því svo ég komi að svari eftir hann ranga inngang að spurningunum má segja hann af ákveðnu leyti stólið þrumunni frá Your Party. Sú flokkstofnun hefur svona gengið í gegnum ýmsa örfuleika, þannig að hann hefur fengið freka frítt spil. Það voru svona deilur innan flokksins og það búin að ganga verið svona fæðingarhríðirnar hafa verið langar og flokkstofnunin hefur dregist. Nú stemt að stofnun flokkstingi í lok nóvember, þannig að það fer að koma að því. Þannig að stutta svarið í þessu langa svari hjá mér einfallega það að það má segja að hann hafi stólið þessari hugmynd það að það sé hægt að vera með valkost vinstra megin við verkamannaflokksins sem hefur fært sig langt inn á miðjuna, ef ekki inn á hægri miðju á þessum tíma sem þeir hafa verið með stjórnvald. Það sem líkt með Mamdani og Polanski að þeir stilla auðvaldin upp á móti almenningi. Þetta sé svona valdabarotta það hver eigi að fá að móta framtíðina. Og þeir stilla sér báður upp sem svona höfuð andstæðing Trumpismann sem væri þá reform í Bretlandi. Það þannig með Polanski að hann stilli sér upp á móti sem eiginlega eina raunhæfi valkosturinn gegn reformparti Nigel Farage? Jú, það nákvæmlega það sem að þeir hafa gert. Það að þeir keyra á mjög, græningjar hafa alltaf verið mjög framfarasinnaðir þegar kemur að félagslegum málum og voru lengi í svona farabroddi til dæmis í baráttu fyrir með mannréttindum með jaðarsettra hópa og löngu áður en það komst í tísku. Þannig að hann ekkert að slá af því, en það sem er svona nýja vít sem að kemur að hann að reyna að höfða til ekki bara út frá félagslegu svona sem andreform eða andtrumpisma, heldur líka efnahagslega, eins og þú sagðir réttilega að stilla upp svona andkapitalísku, hann talar ekki mikið kapitalisma en hann stillir upp ákveðnu leyti svona andkapitalískri stefnu og segir að vandamálið sé óréttlæti í samfélaginu sem að leiði meðal annars til annara vandamála, þar með vandamál þegar að kemur að grænum málum. Og hann vil setja þetta allt í stórt samhengi frekar en það að græningjar höfðu ákveðna svona stimpil á sér að þetta væri svona millistéttaflokkur hjá fólki sem að væru umhverfisinnar og væri illa við og vildu vera vinir allra og þessa ímynd hann svona að reyna að berjast gegn og vill breikka kjörþokka og stuðning við flokkin með því að færa sig meira yfir á efnahagslaust vídd.
Þá að við búum við umhverfisvá og við búum við lífskjara kreppu sem að rekja má til sama hlutar sem valda ójafnvægið í samfélaginu, þar sem að 1% eða 0,1% hefur tekið öll völd og skilið almenning eftir valdalausans, og ég reyni að láta þetta svona ríma við margt af því sem að var í kosningabaráttu Mamdani. Nákvæmlega, og það má mörguleyti segja það að sko hann vera með svona herferðir á netinu og þennan vingil auðvitað mörguleyti ekki nýtt, en það svona ákveðin ferskleiki sem finnst bæði hjá Mamdani og hjá Mamdani og hjá Sack-Polanski, og svo hefur hann líka eins og borgarstjórinn nýkjörni í New York að þeir hafa báðir líka stilt sér stíft upp sem baráttumenn gegn þjóðarmorði og baráttumenn með málstað Palestínumanna. Ólíkt Mamdani að Sack-Polanski gyðingur af gyðingaættum, pólskum gyðingaættum frá Manchester. Þannig að hann kemur líka eins og Mamdani frá minnihlutahópi og nær til fólks meðal annars vegna þess. En hver þessi maður, Sack-Polanski? Hann var einu sinni í Frjálslyndarflokknum, hann var einu sinni vann við dáleiðslu. Þessi maður með svolítið skrítinn og óhefðbundinn pólitískan bakgrunn. Hann að mörguleyti, þar hann ólíkur Mamdani. Mamdani það að sko hann hefur verið svona furðufugl svolítið og virðist svona, ég veit það ekki, hann svona manni dettur í huga hann hafi svona nú segi ég þetta án þess að þekkja til, en það svona ber ýmislegt með sér að hann hafi verið svona barn hippa sem hafi verið svolítið svona óhefðbundum skoðunum. Hann var stundar dáleiðslu og var meðal annars sagðist að hann gæti stækka brjóst hjá konum í gegnum dáleiðslu aðferðir og það hefur verið mikið gert grín að þessu og hann hefur nú svarað þessu mjög vel, sagt það og þetta hafi verið svona bernskubrek sem hann hefur farið í gegnum. Líka það að hann hefur farið í gegnum Frjálslyndaflokkin, það líka flokkur sem hefur margt sameiginlegt með græningjum. Þetta millistéttaflokkur sem mjög félagslega frjálslyndur og hefur látið málefni jaðarsettra sig segja, en stóri munurinn á þessum tveimur flokkum hefur það að græningjar og sérstaklega nú undir Polanski hafa verið miklu róttækari þegar það kemur efnahagsmálum. Frjálslyndir svona miðhægri flokkur þegar það snýra efnahagsmálum, þó þeir keyri svona miðminstri stefnu í norðrinu og svona miðhægri stefnu svona jack of all trade í söðrinu. Já, þannig þegar þú talar í félagslegu málum að þá það kannski svona menningarlegu málin frekar heldur en félagslegu sem að getur þá verið efnahagsleg mál, verið sósíalisminn á heima þar. Já, þetta menningarlegt, það eiginlega betra orð heldur en að taka upp enska orðið þegar það tala social issues, það í raun og veru, þetta munum við þrengra, þetta meira menningarlegi þættir sem verið, og þetta kemur inn í þessar umræður menningarstríð og sjálfsmyndarpólitík, identity politics, og græningjar hafa meðal annars verið svolítið gagnrýndir fyrir það að þeir séu svona, hafi verið áður en Polanski kom, að þeir hafi verið svona ekki einsmálsflokkur heldur það að veri nokkur svona síló innan flokksins, segja við erum með stefnu A, B, C og D, en það við vanta þess að heildstæðu efnahagslegu sýn sem Sack-Polanski færir inn í flokkin. En hvað gerist þegar að maður kemur inn og kosinn formaður með svolítið afgerandi stefnu? Það fylgist fólk að flokknum, það margir sem hafa gengið í hann, ég held að við komið yfir 100.000 manns sem eru félagar í flokknum sem þykir vera mikið á breskan mælikvarða.
En ekki á Já. sama tíma einhverju sem að vildu að græningjarnir væri áfram svona eins og þú nefndir áðan, vinir allra, væri ekki með svona augrandi málflutning í efnahagsmálum, væri að vinna að umhverfismálum með fyrirtækjaeigundum og auðvaldinu og öllum sem að vildu taka einhver hænuskref í áttina að góðum árangri. Já, þessar raddir voru þetta áberandi vegna þess að það voru þessi átök á milli, en vegna stórsigurs Polanski að það hafi þessar raddir þagnað, þessi svona grænþvottar raddir sem að græningjar voru oft sakaðir og ég held að ástæðan fyrir því að græningjar hafa farið svona mikið upp í stuðningi skoðanakönnunum og eru núna orðnir stærri heldur en verkamannaflokkurinn, komnir upp í 18% með verkamannaflokkurinn í 16%. Reform ennþá langstæðstur í þessum skoðanakönnunum, íhaldsflokkurinn hruninn. Það sem að gerir það verkum að þeir hafa komist upp fyrir þetta 5-10% stuðning sem að þeir hafa lengi verið á það að vegna það hefur alltaf verið ákveðin hópur sem að vinstri mannum með stóru vaffi sem gátt ekki hugsa sér græningja áður vegna þessara svona grænþvottar svona vissi-vossi vinur allra bestu vinur allra og reyna að bæta samfélagið svona í gegnum svona hænufett eins og þú sagði en þessi hópur núna virðist vera að fylgja sér að græningjum en inn í þessum skoðanakönnunum vegna þess að Your Party hefur ekki verið stofnaður, það gæti breyst. Pólitískt kæmi mér ekki óvart að hluta af þessu fylgi sem að græningjar að mælast með, myndi mælast á Your Party. En ég held að það gerir það verkum að það verður nær örugglega kosningabandala á milli Your Party og græningja. Gæti verið og að þeir bjóði ekki fram gegn hvor öðrum sem að getur skipt alveg gífurlega miklu máli og það verður auðvitað ákveðin togstreita þarna á vinstri vængnum hver fær hvað so to speak það að segja og skoðanakannanir hafa auðvitað mikil áhrif og fjöldi flokksmanna eins og bendir á að þá hafa græningjar farið úr 30.000 félagsmönnum yfir í 100.000 á örskamum tíma, þannig að það hefur, en það voru samt bara 20.000 mann sem kusu Polanski, sem voru félagsmenn í græningjaflokknum, en samt 20.000 af 30.000 félögum og þannig að það hefur, hann hefur greinilega náð þarna inn á eitthvað svona zeitgeist í samfélaginu þannig að fólk farið að hlusta mikið á hann og hann hefur náð í gegn svolítið inn í hérna almennu fjölmiðla umræðu þar sem græningjar voru algjörlega týndir áður. Já, það í Frakklandi gerðist það til þess að koma í veg fyrir yfirburðarsigur þjóðfylkingarinnar sem með svona 30-33% fylgi en í þessum einminniskjördæma kerfum getur leitt til þess að þú farið bara 60% þingmanna og þá var búið til bandalag svona frá miðju og vinstri og svona nokkuð út á vinstri kantinn til að koma í veg fyrir það og það tókst þannig að þingmanna fjöldi þjóðfylkingarinnar var miklu nær að vera í takti við það sem raunverulegt fylgi þeirra var. Þetta við eigum ekkert svona sögur raunverulega margar í Bretlandi þannig að það þarf eitthvað svona að ganga á til þess að flokkarnir sittist niður og skipti á milli sín kjördæmunum og til þess að það virki til þess að með hvernig skoðanakannanir í dag þar sem að fara að stundum með svona 33% fylgi sem gæti leitt til 67% þingmanna ef að ekki verður búin til einhver svona bandalag á mótunum að til þess að ná að stöðva þetta þannig að fara að fái bara sín 33% þingheims að þá þyrfti helst að bara verkefnaflokkurinn að vera með í þessu og ég fyrir frjálslyndir demokratar. Þetta ekki alveg svona einfalt vegna þess að fylgið það þarf
fylgireform tiltölulega lítið í borgun. Þannig að þeir eiga miklu erfiðleikum. Þeir gætu hins vegar unnið sæti í borgunum eins og þetta benda á 25% fylgi ef að vinstra fylgi skiptist í 2 eða 3 hópa. Þannig að það alveg ljóst. Ég á voðalega erfitt með að sjá það að það verði gert bandalag með verkamannaflokknum. Ég get vel séð fyrir mér að slíkt bandalag milli Jóspartí og græningja myndu geta ákveðið að bjóða ekki fram þar sem vinstri sinnaðir þingmenn verkamannaflokksins í framboði. Það eru kannski 50, 60 eða 40, 50 sem eru svona alvöru vinstrimenn sem í þingflokkunum. Sumir af þeim, sérstaklega ef það næst svona frekar öflugt kosningabandalag, svolítið í frönskum stíl, frá svona vinstri kratisma yfir til vinstri, jafnvel svona miðjukratisma ákveðnuleyti, ekki hægri kratisma. Macron til dæmis var hægri kratismin í Frakklandi. Það gæti vel gert að verkum að sumir af þingmönnum sem eru núna í verkamannaflokknum munu hoppa yfir. Það á eftir að koma í ljós, sem ég finnst ólíklegt að þeir geri það fyrir en að nær dregur kosningum. Það eru einhverjir sem hafa komið yfir, ekki þingmenn heldur fyrir utan Söru Sultana, að þá hafa sveitarstjórnarfulltrúar einhverjir komið yfir til Jóspartí, en það hefur verið frekar lítið af því. Og líka græningja, maður að lesa það, ég finn ekkert hvaða fólk þetta einhverjir sveitarstjórnarmenn í Wales og svona sem að ganga á verkamannaflokknum yfir í græningja. Já, það er frekar nýtt að það hafi gerst vegna þess að það var mjög sjaldgæft að menn færu úr verkamannaflokknum yfir í græningja áður fyrr. En ég hef verið að skoða kannanir og ég veit ekki alveg að því að þeir skipta þessu yfir í svona 10 svæði og raunverulega lönd eins og Skotland og Wales og Norður-Írland þá sér. Svo ertu þarna með Midland skipt í tvennt og Eystrið og Suðrið skipt í tvennt og eitthvað fleira. Og ég að skoða hvaðan hvert eru græningjar að sækja. Og það kom mér mjög óvart að þeir eru helst að sækja raunverulega í fátækari byggðunum. Hlutfallslega sókn þeirra ekki mest í borginni þó að það sé kannski flest atkvæðin í sjálfum sér að þá eru þeir bara komnir yfir 20% í svona svæðum þar sem að maður hefði kannski fyrirfram séð að yrði bara átök á milli verkamannaflokksins og reform að þar eru þeir búin að gera sig svona gildandi og meðan við fortíðina sem þú ert að lýsa þetta þótti vera svona frekar millistéttarlegur umhverfisflokkur að þá það ævintýralegur árangur. Það alveg rétt og þetta kemur einmitt nákvæmlega inn á það sem að ég var að segja að hann hefur náð að breikka út komast út fyrir þessa millistéttarýmynd. Það var ákveðnuleyti, það var svona, einn af þingmönnunum frá Norfolk, einn af þingmönnum græningja frá Norfolk og Norfolk var á svona, þetta var íhaldsþingsæti sem að hann tók og þeir hafa alltaf verið með ákveðna leyti eins og frjálslyndi flokkurinn hafa alltaf getað aðeins fært sig inn í svona eins og maður segir ekki endilega stærstu borgirnar, þeir eru reyndar með þingmann í Bristol en það mikið að segja, það stúdendaborg, mjög ungi kjósendur og Brighton sem með, þannig að þeir eru með í stórum borgum líka þingmenn en hinni tveir eru svona meira rural þingmenn og ég held að það sé mörguleyti rétt sem þú ert að segja að þeir eru að ná inn á svæði sem að sérstaklega þessar svona milliborgir og svæði sem eru svona á riðbeltinu og það alveg nýtt hjá græningum og það fyrst og fremst held ég vegna óánægju með verkamannaflokksins og Zach Polanski hefur gert hann ákveðnuleyti að valkosti meðal verkafólks sem að hann hafði kannski ekki verið áður. Þannig að það gengur verð aðeins og við bentir á inn í stæðstu borgunum vegna þess að þær
ég sé fyrir mér í kosningum að í stóru borgunum að getur orðið mest held ég átökin milli Your Party og verkamannaflokksins vegna þess að bara sögulega koma þessi flokkar úr öðru umhverfi heldur en græningjar koma frá. En þetta mjög athyglisvert þetta með þessar, að þeir virðast vera að ná ákveðnu fótfestu, sérstaklega það sem Reform hefur verið að ná styrkleika. Já, en ekki frá Reform, maður sér engin merki þess. Reform ennþá með í þessum fátækastu héruðunum bara með 40% fylgi sem náttúrulega ævintýralegt. En maður séð að þeir að beila taka fylgið af verkamannaflokknum og þá kannski eftir að koma í ljós hvort að styrkur þeirra mælast yfir 20% í þessum stöðum, hvort að það nægi til þess að ná svo atkvæðum af Reform sem bara eitthvað sem á eftir að koma í ljós. En þetta skilur verkamannaflokkin eftir náttúrulega. Það ákveðinleiti held ég vegna þess að þetta fólk upplifir sig sem svikið. Verkamannaflokkurinn þurrkaði upp þessi þingsæti í seinustu kosningum, enda unnu þeir, en ekki með miklu það var ekkit mikil óánægjan var þetta til staðar. En þetta var mörguleiti, menn voru að kjósa verkamannaflokks, já það var ekkit betra í stöðunni, en það mikil óánægja með þetta. En það sem þú kemur inn á, sem mörguleiti athyglisvert vegna þess að verkamannaflokkurinn hefur verið rosalega hræddur við að vera að tapa gífurlegu fylgi til Reform. Það ekki rétt ef þú rýnir í tölurnar. 5-10% af fylgi maximum Reform kemur frá fyrrum kjósendur verkamannaflokksins. Fyrst og fremst þetta út af hruni íhaldsflokksins sem að Reform að ná þessum árangri. Auðvitað, 5-10% ekkit svona algjörlega til að hlæja en að það miklu meira að verkamannaflokkurinn hrunin og fylgið hans hefur eiginlega farið aðal í 3 áttir. Mælast aðalega 2 núna, það til græningja sem að langstæsti hópurinn hefur farið, það greinilega óæðnaði vinstri, til Your Party sem ekki komin á blað vegna þess að það ekki búið að stofna, og svo til frjálslynda flokksins sem svona meira hófsamari fólk sem líka hundáðanat með Starmer, og það kemur sérstaklega inn á held ég fólk sem svona miðjusækið, segjum efnahagslega, en mjög óánægt við þessa svona daður við rasisma og sem að þau finna fyrir eitthvað hjá verkamannaflokknum, og líka þetta fólk oft kannski mjög harðir stuðningsmenn Palestínu og gegn þjóðamorði, og frjálslyndi flokkurinn hefur líka staðið þétt með Palestínumönnum, þannig að frjálslyndir ákveðin valkostur fyrir þetta miðjufólk sem að mjög óvanægt sérstaklega á þessum sviðum. Það sem að geri það verkum það að fylgið, óánægju fylgið sem hrunið að verkamannaflokknum að dreifast í raun og veru á 4 flokka, minnst á Reform, en hinar 3 líka, þannig að það dreifist miklu meira. Menn horfa á oft skoðanakonur að Reform að fara upp, og verkamannaflokkurinn niður að það sé eitthvað beint samband þarna á milli. Þetta auðvitað miklu flóknara dæmi. Já, og það eitt sem að þegar ég var að skoða kannanir sem ég held að fólk verði að hafa í huga að þeir skoða þeir sem ekki kusu síðast, og það var ekki verið að tala þá sem að voru ungi til að kjósa því að Reform sækir sáralítið fylgi þangað, að það voru 65-70% þeirra sögðust að kjósa Reform, sem að mér sýnist að skoðanakannar fyrirtækin taka svona misjafla á þessu, og mér sýnist þess að YouGov taki tillit til þessa sem að skilnar umbótaflokknum aldrei með meira en svona 26-7% fylgi, að ég held að taki tillit til þess að þeir sem að hafa ekkert verið að kjósa undanfarið og lýsa óánægju sinni í könnunum með þessum hætti, að þeir eru kannski ekkert líklegri til þess að kjósa, þó að maður gæti svo sem ímynda sér það að þarna væri búið að finna leið til þess að fylgja þeim á kjörstað sem ekki hafa kosið hingað til. En þá held ég að þeir sem muna fástu skoðanakannanir segir bara já, sjáum bara til með það sko. Þannig að þetta alveg rétt. Það hefur alltaf verið ákveðin hópur af fólki sem að gefa sig mikið fram á Reform núna, fólku sem hefur verið inaktív sko politist. Og það svona gremjan hefur verið að byggjast upp.
og þetta fólk auðvitað að gefa sig ákveðnu leyti fram á reform, en svo það annar hópur sem að skiptir alveg gífurlega miklu máli, að yngra fólk að það mjög ólíklegra til að kjósa heldur en eldra fólk, sögulega. En það hafa verið ákveðna dæmi þar sem að þetta breytt. Það eru mjög athyglisverðar kosningar þar sem að þessar tölur breytast, og kosningarnar 2017 að þá kusu ungir sem aldrei fyrr, og það var Corbyn áhrifin. Í kosningunum í New York fyrir Mamdani var það að hafa miklu meiri kosningaþátttaka heldur en hafði verið síðan 1969 þegar það var almennt kosið, bara allir kosu almennt, og bara að taka sem dæmi, hann var með yfir 1,1 milljón atkvæða með rétt rúmlega 50% atkvæða, meðan að Adams, sá sem fráfarandi borgarstjóri, vann með 67% atkvæða senast og fekk innan við 500.000 atkvæði. Þannig að það alveg gífurleg aukning á kjósendum. Bandaríkin auðvitað alveg sérstakt fyrirbæri að það hefur verið mjög erfitt að fá fólk til að kjósa þar, og Bretland aðeins skárra, en það samt, þannig að þetta getur virkað. Ég held að næstu kosningar, þingkosningar í Bretlandi, að það eigi eftir að aukast töluvert kosningaþátttaka. Hverjir græða mest á því? Ég held að ég geti sagt þeir sem tapi mest á því eru klassísku flokkarnir, íhaldsflokkurinn og verkamannaflokkurinn. Þessi staða, hún náttúrulega hefur áhrif á alla flokka sem að fyrir eru, að til dæmis íhaldsflokkurinn hefur reynt að taka tilliti til vaxtar reform, og núna verkamannaflokkurinn sem hefur svolítið verið að elta reform, haldið að þeir gætu sett svona einhverjar stíplur til þess að hindra atkvæði sem að flæða frá verkamannaflokknum til umbótaflokksins, sem að þú segir að það sé stórlega ofmetið. En þeir eru náttúrulega í svona svolítið sérstaklega stöðu eftir að hafa verið í svona leiðangri að færa sig til hægri, bæði í efnahagsmálum og svona menninganlegum málum, og mjög gagnrýnt fyrir afstöðu sína til Gaza, að þá eru þau komnir með mjög virkan flokk vinstra megin við sig, og þá kannski Keir Starmer komin í svipaða stöðu og hvað hefur að segja, Guðrún Hafsteinsdóttir, sem að þarf að verjast á báðar hendur, að það er erfitt að móta einhvern veginn skýra línu það hvers svona flokkur þetta ef það er betri kostur vinstra megin við þig og betri kostur hægra megin við þig, en samt hefur maður heyrt svona, og ég náttúrulega bý ekki í Bretlandi og bara að lesa blöðin, að mér heyrist eins og Keir Starmer sé að reyna að finna einhver takt í þessari stöðu. Hann var til dæmis bara í gær eða fyrradag að kvarta yfir því að rasismi væri núna orðið stórt atriði í breskri pólitík, og honum fannst það bara ómögulegt, en ég menn ekki betur en hann að vilja vera að setja rasism á dagskrá fyrir svona einu ári, að þannig að hann að reyna að finna einhver svona leið hvernig verkamannaflokkur getur unnið sig út úr þessari stöðu sem það og hann mun náttúrulega, það öðruvísi verkamannaflokkur sem ætlar að sækja á umbótaflokkin eða sem ætlar að sækja á græningja eða jórparti. Já, þetta alveg rétt, Starmer auðvitað tækifæri sinni dauðans. Hann með mikið ídeológum í kringum sig, og hann valdi hægri ídeológa sem var mikið af fólki sem var kringum Blair á sínum tíma, og þeir kenning þeirra, þessara Blairista og nýblairista eða Starmerista, getum við kallað, þó það sé nú erfitt að kenna einhverja arm við tækifæra sinna eins og Starmer, það að vinstri menn muni alltaf skila sér heim. Þeir verða óánægðir, en þegar það kemur að kosningum, þá muni þeir alltaf kjósa okkur. Við þurfum að elta miðjuna og hægrið og til þess að halda völdum. En með þessum uppgangi, bæði Green Party, græningjaðu þetta, og líka það sem við getum séð hjá Your Party og þá stemningu sem var allavega í kringum það, þó það hefur sljákkað aðeins í henni, að núna virðist vera ákveðin hræðsla. Það má sjá það til dæmis að gagnrýni á Ísrael jókst, hefur aukist seinustu mánuði. Það ekki lengra síðan en
það er ár síðan að sko Starmer sagði það í fréttaviðtali sem var ekki hægt að skilja öðruvís en að það væri réttur Ísraela að svelta fólk til dauða í Gaza. En tónninn hefur aðeins breyst, þeir eru að reyna að spila báðum megin. Það gerir það bara verkum að þeir í raun og veru allir veru óánægðir með það, eins og er oft þegar þú ert að spila. En þessi klemma sem hún bendir réttilega á með það að verkamannaflokkurinn nú í fyrsta sinn í raun og veru í hættu að tapa sko stórfelldu fylgi til vinstri. Þetta segja að þetta verkamannaflokkurinn hefur klofnað áður, það var þegar að þá fóru miðjumenn úr flokknum og það leiddi meðal annars til stórsigurs á Thatcher 1982, ein af ástæðunum, en á ekkert allt of mikið fylgi, kringu 40% fylgi, vegna þess að fylgi á milli klofnað. En það hefur aldrei verið svona alvöru valkostur vinstra megin við verkamannaflokkin fyrr en nú. Já, eitt sem að horfa á þetta úr fjarska, þá ég svolítið hissa yfir því að ekkert af stóru skoðanakönnun fyrirtækjunum hefur gert könnun þar sem að Your Party inni. Það hafa verið gerðar einhverju könnun svona gætur hugsaðir að kjósa þennan flokk sem náttúrulega alltaf ómark. Það eiginlega spurning svona auki vöruframboð. Viltu að sé í boði tannkrem með bláberjabræði? Þú getur sagt já við því, en þú myndir aldrei kaupa það. Mér finnst það svolítið skrítið að ekkert af stóru fyrirtækjunum af því að það margt sem bendir til þess að þetta sé fyrirbrigði sem að mun raska raunverulega fylgi allra annara flokka. Mér skrítið að ekkert af stóru fyrirtækjunum hafi raunverulega gert könnun þar sem að Your Party stilt upp sem valkosti. Þú getur að gera það bara alltaf, þú getur bara gert það annars lagið til hliðar við hinna kannanir. Ég hef bara ekki fundið þessar kannanir sem eru margtækar. Nei, þetta er alveg rétt vegna þess að mikið af þessum könnunum eru jafnvel sérpantaðar, þar að segja að þær hafi sem að sína getur hugsaðar að kjósa Your Party, þar sem að verið að sérstaklega einbeita sér að því. Vonandi breytist þetta eftir að flokkurinn er formlega stofnaður. Flokkurinn er auðvitað með fleiri þingmenn en græningjar. Hann er með sex þingmenn sem held ég hafa gefið sig allir upp á því. Og sem að voru allir Sara Sultanova var kosin fyrir verkamannaflokkinni, hinn voru kosnir independent, þar með Jeremy Corbyn að sjálfsögðu. En svo líka sem að fara aðeins í samsæriskenningar hafin sem svolítið í tísku og það sko samsæri eiga sér stað þó að samsæriskenningar séu oftast bull en að sumir myndi segja að þetta væri með vilja gert af stóru fjölmiðlunum sem hafa aldrei verið annað en sko bara hostile, sem að noti ennst orð gegn Corbyn og öllu því sem hann kemur nála. Og þannig að ég held að það sé hluti af skýringunum hvers svona kannanir hafa ekki verið gerðar. En varðandi stemmingunni kringum Your Party, að það var náttúrulega ágreiningur sem kom þarna upp á yfirborðið og kannski engi skildi almennilega og datt svolítið svona stemmingina því að svona hreyfing er viðkvæm upp á traust og ef að helstu forystu fólkið allt í einu byrjar að deila einhverja peninga eða eitthvað þess að þá tapar það trausti. En ekki að því að þú hefur nokkur einsinn inn í svona vinstri helming stjórnmálanna í London, ekki svona þær raddir fannar að vaksa sem að segja sér svo viljið ekki bara leyfa græningjónum að taka þessa þrömmu og ég meina væri ekki næra að þeir myndu bara styðja þá í því, í staðin fyrir að við förum að taka áhættu að dreifa kannski sem 20% fylgi í tvent sem að geti enda með því að það séu bara 6%. Það er líklegra að eitt stór valkostur nái að safna til sín og það skiptir náttúrulega meginmáli í einmenningskjördæmakerfinu. Ég hef ekki orðið mjög var við þessar raddir. Ég skal segja hvers vegna. Að það er ákveðin það er löng hefð fyrir svona róttækum sósíalisma sem hefur aðalega verið innan verkamannaflokksins. Þá er ég ekki að tala flokka
utan verkamannaflokksins eins og sem geta verið sæmilega sterkir á ákveðnum tímum, svo kommunistaflokkurinn 4. áratugnum og sósíalíski verkamannaflokkurinn hefur alltaf verið til staðar, sem svona trotskístaflokkur, fyrir utan svo smábrot, sérvisku smábrot, að það hefur alltaf verið róttæk undiralda innan verkamannaflokksins sem að og þá ég að tala mjög róttæka sem að mann birtist meðal annars, má rekja meðal annars til Nye Bevan sem að stofnaði National Health Service, stofnaði heilbrigðiskerfi og Tony Benn var auðvitað, Michael Foot, Jeremy Corbyn og fleiri hafa verið svona kyndilberar þessara vinstri stefnu. Þessi sögulega vinstri hreyfing nú verist vera að kljúfa sig út úr verkamannaflokknum og ég voðalega erfitt með að sjá þessa hreyfingu færa sig yfir í græningjaflokkjum vegna það eru margar sögulegar ástæður fyrir því, ákveðin hræðsla við það að þetta sé bara tímabili að þó að Zach Polanski og fólki í kringum hans sé að segja réttu hlutina þegar kemur á efnahagsmálum, að þá sé alltaf hætta á því að þetta breytist í einhvers konar að græningjar verði eitthvað svona að þeir myndu kannski líta til dæmis til þýskra græningja og segja að þeir eru orðnir sko bara algjörlega bitlausir og þó þeir hafi byrjað svona róttækar efnahagsstefnur að það hafi gersamlega svona orðið bitlausir. Þannig að ég held að líklegra til árangus að þeir vinni að byggja upp hreyfingu ákveðnilegt sem eiga margt sameiginlegt en ákveðnilegt á öðrum mismunandi forsendum, græningja með sína rætur og sína sögu en hafa fært sinn á efnahagsviði sterklega meðan að Your Party myndi sækja frekar inn í þessa róttæku línu sem búin að gangi gegnum hefur alltaf verið til staðar innan verkamannaflokksins. Hins vegar það algjört sjálfsmorð ef að þessi flokkar færu síðan í stríð hver við annan og beðu fram til dæmis hver gegn öðrum í kosningum. Ég held að það yrði algjört stríð. Nei, og það langur tími sem að vinna á því að svona öll óbreytt það var ekki kosið fyrir 2029 og verkamannaflokkur hefur mikinn hag af því að fresta kosningum eins mikið og hægt en það náttúrulega mikil degla í stjórnmálunum og það erfitt fyrir eins og Keir Starmer að halda völdum þar sem hann nýtur mjög lítils trausts meðal almennings og flokkurinn hans komin niður í 15% í sömum könnunum og það náttúrulega grefur undan möguleikum flokksins að ná fram einhverjum breytingum. Hann óvinsalegsti leiðtogi verkamannaflokksins allavega í langan tíma. Hann meir það sem að gera það líka að verkum það að það eitt sem að verður held í fyrsti prófstefnin að það eru á hverju ári eru sveitarstjórnarkosningar í Bretlandi í maí og það verður frekar stórar sveitarstjórnarkosningar í næsta vor. Meðal annars verða kosningar í Skotlandi og Wales. Verkamannaflokkurinn eru frjálsu falli í Wales og þar held ég að geti komið ákveðnuleyti og það mjög líklegt að Your Party og græningjar ætli sér ýmsa hluti í þessum kosningum og það getur orðið held ég fyrsti alvöru prófstefnin á hvernig flokkarnir að ná til kjósenda. Já, Guðmundur, takk fyrir að fylgja okkur í gegnum það deglu sem að bregst stjórnmál eru eins og stjórnmál eiginlega í öllum okkar heimsluta. Við lifum upplausnan tíma í stjórnmálunum, það að vera til ný stjórnmál. Kæra þakkir. Takk fyrir kærlega og ég hlakka til að koma hinga næst. Alltaf gaman að koma á samstöðuna. Takk kærlega fyrir. En við ætlum að halda áfram að reyna að skilja þennan heim sem við lifum í. Næsti kafli hér eftir augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Já, við
Við tökum hérna bækur úr jólabókaflóðinu og ræðum þær hérna við rauðaborðið, einhverjum bækur sem við teljum að svona eigi erind inn í samfélagsumræðina. Þetta ekki svona lista eða bókmenntaþáttur hérna rauðaborðið, heldur erum við bara alltaf að reyna að skilja heiminni sem við orðum það. Og eina af þessum bókum sem að tengjast kannski heitum málum í nútímanum og sögunni Staðreyndirnar eftir Hauk Má Helgason sem að var að koma út hjá Mál og menningu. Til hamingju með bókina. Takk. Þú gafst út bók hérna fyrir hvað, 2 árum eða? 3. 3? Já. Tíminn líður rosa hratt. Rosalega. Líka þegar þér, ekki bara hefur lestum. Síðustu 2 ár hurfu, sko. Já. Vegna þess barn og við bara svona gufa upp. Það finnst það svona að fara að fermast. Já. Herðu, þú ert hérna, þú ert blaðamaður. Jæn, segir maður á því, sko. Ég komst aldrei inn í blaðamannafélagið. Ég sótt en hérna svo dagaði uppi, þannig að ég komst inn í rithöfundasambandið. Þannig að hérna, ég segi ekki að það hefur ráð úrslitum en hérna mér finnst ágætt að það sé bara svona heilt í titlam nú eða svona gengst frekar við því bara að vera rithöfundur í dag. Já. En það náttúrulega, blaðamannafélagið ekki alveg svona skilgreiningavaldið. Rétt. Og rithöfundarsamband ekki heldur, sko. Nei, ekki heldur. En ég nefni þetta svona núna því að þú ert kannski það sem að kalla mætti svona pólitískur rithöfundur. Er það óvinsælt að nota það? Nei, endilega. Já. Þú ert pólitískur rithöfundur? Líklega. Ef með text eitthvað af því sem ég er að gera, þá er þetta örugglega. Og síðast í 2000 þá varstu að fjalla svona þá sem að standa veikast í samfélaginu og farið illa með. Það sem mikið valda ójafnvægi. Já. Og einhver leiti var svona leikurinn að skrá sögu þeirra svo að þau myndu heyrast ef maður svona myndi taka sjónum við blaðamennskunar að það verða að heyrast einhverja sögur til þess að við getum fengið einhvern veginn eðlilega sýn á því hvernig heimurinn er. Já. Og hérna fólk sem kannski sko sætti þöggun strax fyrir 200-250 árum síðan að reyna að grafa upp hérna ef ekki raddir þeirra þá einhvern veginn samt sko miða sig að út frá þeim heimilina sem eru til sko eru svo mikið hérna í höndum yfirstétta fólks og hérna og rauninu fágætt yfirleitt að sko einmitt raddir skjólstæðingarna í því tilfelli sem að þá fanga tugtúsins við Arnarhól rati nokkst ára blað jafnvel í yfirheyslum og sér maður hvernig sko réttarskjölin, dómskjölin eru ofur einföldu þannig að svör þeirra við spurningum verða alltaf bara eitthvað já og nei og helst takk og amen líka. Og þeirra rithöfund að koma að svona gögnum að þá neyjast þeir til þess að segja sögu þeirra sem að voru með yfirheyrslunar, ekki þeir sem voru yfirheyrðir af því að það er eins og þeir ná ekki að fara inn í hugarheim hérna lástyrta fólksins eða þeirra sem eru í veikri stöðu. Já, ég held að einmitt, það er allavega þó nokkuð til af bókum þar sem fókusin er þar. Það er líka fullt af höfundum sem hafa reynt að hérna nika því til, sko. En þegar þú situr að rithöfundur þá þetta lítur á það sem svona hlutverk að gera eitthvað svona. Og ég bara nefni þetta því að þetta er náttúrulega margflókið og svona einhver rithöfundur geti verið að glíma við hérna form og tjáningu svona almennt, ekki með svona tengda yfir í okkar sögu eða okkar samfélag. En líka, þú sko, hérna, einmitt, núna er þessi bók sko sem kom út fyrir 3 árum, lykilinn minn að því að sko, kannski þrauka skrifana og þá leið von til að sko lesendur myndu þrauka að fara gegnum, en líka að finna sko nýja leiða að tungutakinu, tungumálunu hérna, og formi. Ég held að sko ef maður steyðist of mikið við útþvæld og þreytt form að þá hérna sofnar bæði maður sjálfur og lesandinn, þannig að sko verður að skapa nýja rödd og nýjan hljóm til þess að ráða við nýjar sögur. Ég held það, já, einhver leiti alltaf. Já. Herðu, í þessari bók hérna, já nú hæðast það í að þegar menn töluðum kápur og þá er það yfirleitt merkið við hefði ekki lesið bækur í bókinu en hérna þessi stytta hefur nú sérst áður. Já, hún var í fréttunum hérna, hún var lengi á hérna, Flíklinum heima hjá Stengrími Hermannsssyni
Þetta svona SS-riddari sem að, hvað var það, Himmler sem að gaf Hermanni Jónassoni, pappa Steingríms. Ég held að hann hafi lengi verið á þessum flygli, sko. Mér minnir að ég hafi séð mynd af henni þar, sko. Það sem hann bara inn í Arnarnesinu eða Máanesinu. Og það sem hérna, hvað heitir þessi steinar sem að menn hlóðu hérna á veggina sem að voru þóttu fínir. Og svo hérna flygillinn og svo þessar minjar nasismans. Það myndi stemma. Mér skilist að hún sé ennþá sko á heimili fjölskyldufólks, erfingja Hermanns. En hvað er þetta með hann að það? Þetta er ekki hönnurinn sem ákvað að gera þetta? Já, svona í bland sko, þetta er hérna, hún er ekki miðlægi frásögn, hún kemur við sögu og hérna kannski ef ég reyfa bara þú lætur eins og vitur alveg hvað ég er að segja og hafi lesið bókinu og það allt sko, en ef ég reyfa samt hérna svona megin þræðina þá er þetta sagan af Steini sem að var nýverið ungur stjórnmálamaður uppleið þegar sagan hefst en hérna í okkar samtíma er lentur utangarðs í sínum flokki, það er í okkar samtíma, já og eða svona utangarðs og samt sko bjargað og redda nýri stöðu sem er þá svona utan sjónsviðs almenning, svo hann gerur að millistjórnenda í nýri stofnun sem er ætlað að tækla upplýsingaóreiðuna í samtímanum og þessi stofnun heitir Upplýsingastofa og það er hann skrifstofustjóri á staðreyndasviði og staðreyndasviði er falið að byggja upp staðreyndagrunn sem að verði svona kjölfesta í umræðunni til að hérna ekki það að fólki verði sko bannað að segja eitt neitt, þetta ekki skýrt fram þegar verið að kynna þetta verkefni og allir njóta sama tjáningafrelsis og áður og svo framvegis en ákveðna staðreyndir Takk umræðuna Já, ákveðna staðreyndir verði samt svona sko gulltryggðar af hennu opinberra og hérna og ætla að tryggja að umræðan fari ekki af sporinu og þá er sko hefstæðu verkefni að safna ábyggilegum staðreyndum og fyrst er það þetta sko nýta samtíma tækni og vitvilar í þetta verkefni að hérna móka fyrst upp sko öllum hérna sagfræði heimildum, öllum ritinindum greinum og svo leiðis og áttur síðan á að þau þurfi ekki sko það milliliði lengur, ekki þau farið í hérna frumheimildunar og byrja að móka upp úr gögnum í þjóðskjalasafni og við villuprófun á þessu kerfi koma náttúrulega upp alls konar sko það hefist alls konar vandræði og sannleikurinn sé ekki einn Fyrirgeðu? Að sannleikurinn sé ekki einn Já og staðreyndir sko séu svona kannski hérna það sem misast hvaða staðreyndir menn vilja hleypa alla leiðin í stástofuna sem er kannski að halda sig í eldhúsinu eða bara á dyramáttunni sko og þá hvernig byrja að sko flokka og samfara vélina að stundasömu mannasiði mætti segja og hafa tíðkast á landinu til þessa og meðal þeirra er þá sko sagan af því þegar Hermann Jónasson sendi sumarið 1939 verðandi lögreglustjóra Agnar Kofod Hansen í starfsnám til Gestapo í Þýskalandi sem var hans eina lögreglunámið þess að hann var hluta sumarsins í Danmörku og drúgan hluta þess í Þýskalandi með Gestapo og SS að hérna það var hans eina starfsnám fyrir stöðu lögreglustjóra á Íslandi og þetta er alveg vitað, þetta er ekki leyndarmál, þetta er alveg sem rakið þetta sjálfur í sko hérna endurminningum sínum, hann Agnar, en leiðir þetta ekki kannski á meðal þeirra svona staðreynda sem við höfum hleyft inn í Íslandssöguna og hleyft okkur að spyrja þá af hverju og aftur ég sá daginn að hérna hvað var stofnandi eða forstjóri Toyota hefði þetta meginregla alltaf þegar eitthvað kemur upp á sko færibandinu að spyrja af hverju 5 sinnum til að finna frumorsökina sko, að spyrja af hverju var hann sendur og eða fáum svo af hverju var það og af hverju var það og af hverju var það eins og hérna og þetta er ekki með þeirra staðreind sem við höfum leyft að taka þessu afgreiðslu og sko nú er ég búin að kannski endur segja meira en ég ætlaði með nokkuð að gera í viðtölum en hérna en þetta er svona þessi megin þráður í bókinni hefur nú þegar komið fram held ég og það hefur svolítið verið rætt þetta á sín tíma bæði að hérna með Agnar Kofod svona rætur hans í hugmyndum lögreglumennsku sem að má svo eiginlega rekja til svona hvítlið og fleira ef við förum bara til 49 í hérna þegar verið að samþykkja að ganga í NATO og fleira þá eru svona hérna svona hugmyndum að lögreglu hérna lið eigi að nota til þess að halda
aftur af tilteknum öflum í samfélaginu. Já. Að þau hafi eiginlega sitt vald frá tilteknum hugmyndastefnum. Já, einmitt. Frekar heldur en lögum. Við heldum reyndar að sko Kristín Svava Tómasdóttir hafi skrifað, var ekki lokaritgerð sko tilurð ríkislögreglustjóra embættisins eða ríkislögreglu á Íslandi og hvernig það var frá upphafi einlega sprottið af þessari meintu þörf sko. Að hemja uppreisnaröfl í samfélaginu. Já. Að með vaxandi verkalýðshreyfingu og skipulagningu róttækra sósíalískra flokka að þá verður ríkið að verja sig af því þetta eru flokkar sem ætla að grafa undan þjóðskipulaginu líklega einhvern veginn þannig og þá fara þær til Þýskalands það sem að hafði raunverulega verið brotið niður þjóðskipulagið. Og það er náttúrulega sko fyrr og menn eru kannski búið þessu undir, ég menna það vitað að styrjöld getur verið á mesta leyti og meðal þess sem að sko Agnari er ætlað að stýra uppbygging útlendinga eftirlitsins þegar Ísland hafði þegar í þá nokkur ár verið að sko synja mjög kerfisbundið öllum umsóknum gyðinga vernd á landinu líka þeir sem ætluðu bara að fara hér í gegn til Bandaríkjanna eða svoleiðis og svo þegar sko ég meina ég vil ekki aftur það ekki sko megin þunginni þessari sko frásögn en hitt sem hann kannski sko á frumkvæði að síðan þegar hann tekur við embættinu í janúar 1940 ef maður rétt bara það leið og sko hernámið hefst hann þegar hann búinn að vera í embætti í 1-2 ár að þá tekur hann saman þennan eða það listi sem hann með samstarfsmannin sínum hefur þegar tekið saman um sko konur og stúlkur sem að þyki grunnsamlegar og lifi mögulega ósiðlegu lífi og lætur hana Jóhannu Knudsen vinna eftir þeim lista í skipulagi á því sem það í dag bara kallar ofsóknir íslenska stjórnvalda í hvar kvenna í ástandinu. Og Kristín Svava var að skrifa bókum fröken Dúlla, nú var ég daginn í spjalli. Akkurat. Og þetta tengist. Og þar eftir sko, nú hef ég ekki lesið bókina Kristínar en mér finnst það forvunilegt að hún kemur út akkurat á sama tíma en þess að þegar sko ef maður svona leifir sér að bara leifa þessum staðreyndum að slá saman aðeins að Agnar Kofod Hansen fór í starfsnám til Gestapo, kemur til Íslands og hefur ofsóknir íslenska kvenna fyrir samneyti við útlendinga að það var ekkert langsótt kannski að velta vöngum yfir því hvort sko ábyrgðin á því hvíli hugsanlega meira á honum og þeim sem sendu hann út og þeim sem svona yfirstjórn löggæslumála á landinu og minna hugsanlega á sko þessum verktaka þeirra Jóhannu Knudsen sem að gerðist áreiðanlega ofstoppa full á köflum og svo framvegis en réði í sjálfs rengu að kallanir hafa kannski einhver leiti sloppið billega í gernum þessa sögu með því að leggja alla áherslu á sko bara verktaka á gödunni. En þessar hugmyndir eru sprottnar upp en aftur fyrir ekki að nú talum við mikið það sko að það eru líka nú eru komin út fyrir fókus þessar bókar sem þrátt fyrir allt skáldsaga og hefur snertifleti við þessi mál en ekki að rekja þau af þetta er svona bakgrunnur í endurlitinu í bókinni. Já. Og en þessar hugmyndir Agnars og Hermanns og fleiri og fröken Dúllu það byggja svolítið á því að við getum læknað samfélagið með því að taka eitruð eplin og hindra það að þau skemmi samfélagið. Já. Það getur verið spilltar stúlkur, það geta verið fólk með óíslenskar stjórnmálaskoðanir, það getur verið gyðingar sem að hinga koma og myndu spilla genaminginu eða innflytjendur sem er á mjög ríkjandi umræða okkar tímum að hinga megi helst ekki koma fólk frá Norður Afríku. Og fólk af öðru óæskilegu ætterni. Agnar Kofod Hansen minnist að það til dæmis í endurminningum sínum sem eru skrifaðar sko 1980 eitthvað, næstu í hálfri öld eftir þessa viðburði,
að hann sé enn sannfærður það sem hann hafi lært á sínum tíma í starfsnáminu í Þýskalandi að sko brotanhegð sé arfgeng og hann hafi séð þessi sko sannfærandi ættartré hjá yfirmönnum í lögreglunni þar sem að sýni sko hvernig glæpamenn samtímans séu allir komnir af sko glæpamennum langt aftur í aldir og þá mætti sko ætla með því að uppræta þessa óheppilegu stofnuna væri samfélagið friðsælla og laustu afbrot sko. og náttúrulega svo tekur hann skýrt fram að það sé ekki nasisti þessa nálgun, þetta séu bara vísindi. Gestabóð náttúrulega birti myndir af fólki sem átt að sýna það að heimska væri útbreiddari meðal rómafólks og fleira. Það birta svona myndir af fólki sem átt að sýna grimmd eða heimsku. Og þetta er bara ljótasti kaflinn í sögu allrar eðlishyggju mannfólk sko, líka bara akkurat þannig að manneskjur séu fæddar sem eitt eða annað og sitja uppi með það allar tíð og skilur eftir ekkert svigrúm fyrir í rauninni hugmyndunum frelsi, ekkert svigrúm fyrir mannvirðingu, ekkert svigrúm fyrir jöfnuð og ég held að það þessi saga sé til og hún sé óuppgerð, hún hafi ekki það hef ekki verið tekist á við hana og það sem hafi verið ráðið úrslitum það sé jafnvel sko beinlínis að stjórnmálamenn hafi beitt handafli til að það gerðist ekki sé að minnstakosti forvinnilegt. Að stjórnvöld hafi raunverulega aldrei gert upp við þessa hugmynd sem frekar eitruð og getur haft vond áhrif í samfélaginu. Og við svo sem finnum hana alveg í umræðu dagsins sérstaklega fólk sem kemur frá Norður-Afríku og Miðausturlöndum. Og það bæði inn á þingi og í alls konar umræðu og alls konar spjallþáttum og fleira að vera að halda fram að þarna sé fólk sem eðlislega einhvern veginn getur ekki samrýmst góðu samfélagi. Já. Og núna sko upp á síðkast þegar við sjáum ég naut nú hvað orðræða mikið leiðenda orð sko, við tölum haturs orðræðu, það var alltaf að bera þetta fram það er svo mikið af samhljóðum hana sko haturstal kannski bara einfaldara eða hatur en svona þetta tal sem skýtur úr kollinum upp á síðkastið ákveðið kannski sko hvað það ratar virðist vera mjög frjóan jarðveg sem örugglega að einhverju leyti heldur til marks einmitt það sem sko bara svona að einhverju hópar, einhverju bara fjölskyldur eða klúbbar eða hvað það hafi bara svona verið að leitast við að bíða það af sér sko að það er ekki fínt að tala svona. Bíða húmanisman af sér. Já. Man gæti stilt þessu upp svona sem andstæðum, annars vegar þessi hugsun sem við erum að leita núna að fólk sé bara eins og það og þess svona eina leiðin til þess að minnka skaðsemina af hátterni þess að einangra út úr samfélaginu. Þannig að Þjóðverjar í Þriðja ríkinu gengur lengst kannski allra að bara útrýma fólki en að sumuleyti var það gert víða í okkar heimhluta þar sem að fólk var sett á fátækrahæli eða geðveikrahæli eða í fangelsi eða drykkjumannahæl og fleira og raunverulega drepið af vanrækslu bjó við ömurlegar aðstæður og var búið að klippað út úr samfélaginu og svo dóða. Þetta var í andstöðu við það sem maður gæti sagt að hefði komið út úr frönsku stjórnarbyltingunni að fanginn væri svona aggressífur af því hann væri í hlekkjum. Þannig að við losum hann hlekkina og komum eðlilega fram við hann að þá ber hann ekki einkenni fangans og sama með hinn fátaka, hann lyktar svona og talar svona vegna þess að hann hefur búið við óbærilegar aðstæður og birtingamyndin hans afleiðing af því hvernig hann hefur verið. Þannig ef við lögum samfélagið að þá munum við laga fólk og þetta er kannski svona húmaníska línan og þetta gengur línur í samfélaginu og þú ert kannski að fara dregur þetta fram núna, ég veit ekki að þessa mannúðina vegna þess að hún áberandi í okkar samtíma. Já, ég held bara stutt að svara sé örugglega
Örugglega. Ég hef áður það var vorið 2009 stutt eftir hrun sem í svona garfið þegar maður að það opnaðist þarna einmitt, það væri nú ekki einmitt kannski staðreyndirnar svona ultu aðeins koll eftir hruni svo margt sem virtist ekki vera eins og haldið hafi verið fram og fólk að garfi hinn og þess og eitt sem rakst á eitthvað þar mundir var fyrirlestur sem Björn Bjarnason hafði flutt ef ég man þetta rétt líklega sem dómsmálaráðherra og gott að hann byrti ekki glærunar á netinu bara og hafði hann þá á vefnum sínum þar sem minnst á þetta hjágripum Agnar Kofod Hansen verðandi lögreglustjóri sendur til Þýskalands í starfsnám sumar 1939 og það var ekkert verið að merkja við eða fjalla það sérstaklega, þetta var bara svona neðamálskrein og mér þótt það svo fornildi, ég hafði aldrei heyrt af þessu áður og gróf upp eitthvað lítilræði þetta og skrifaði grein sem var nú meira svona kannski þá í sjálfur bumbusláttur til að vekja athygli á því en að það verið mikil heimild að vinna og engin frumgögn sem ég hafði í höndunum á þeim tíma og sú grein fór nokkuð víða allavega svona meðal aktivista og meðal þeirra sem voru láta sig mál flóttafólks varða og þá í samhengi við uppruna útlendingastofnunar að þarna lægju nasíska rætur útlendingastofnunar og sumum þótt að kannski skýringar þá því sem þau upplifa sem ennþá starfsanda eða eitthvað sem að hafi eitthvað svona erfst innan stofnunarinnar umfram það sem lögin einn kveða á sem þetta áfram af árið þóttu skiptur út starfsfólkinu. Já, sem maður situr upp með það svona getgátur en að sjávoðalega fáir inn í þessa stofnun nema þeirra rekast á hann eitthvað gegnum einstök mál og svoleiði en það gerist náttúrulega í svona menningarheildum að það geta viðhaldið einhverjum svona kultúr áratugum árum saman velta vöngum yfir og síðan sá ég svona eiginlega út undan mér kannski bara næsta áratugin tekist á meðal annars á Wikipedia hvort þessa væri getið eða ekki getið í færslunum bæði lögreglustjórun og stofnunina að þessa ferðalags og þessa starfsnáms og sett inn og strokað út og sett inn og strokað út og ég hafði aldrei afskipt af því en þótt að svolítið fyndið að fylgjast með og það kannski einn svona að kveikja sem hefur verið mallandi að þessu verki að einmitt bara fyrirtagsdæmi deilda staðreynd sem tekist á hvort megi vera til eða ekki og þó að það fái annan búning síðan í skáldsögunni þá virðist þetta akkurat verið eitthvað sem að þetta samfélagi er svolítið tvístíðandi hvort að tekum við í reikningin eða ekki hvort að megi ræða þennan uppruna útlendingastofnunar. Já, og þetta strax í loka árs 1945, desember 1945 þá hefst umræða á þingi tillaga sem kemur frá ungur sjálfstæðismaður ef mann rétt sem ber fram tillögu að hleypa aftur til landsins eða þetta verið þingsályktun að þingi mæli með því að hleypt verið til landsins þeim þjóðverðum sem hefur verið farið burt héðan í stríðinu fá aftur landvistarleyfi og það í debattinum þá tillögu sem fer fram eina umræðan akkurat þetta þá kemur það út frá þeim debatt sem rætar síðan á forsíðu Dagblaðinu á Íslandi að þessi námsferð hafa átt sér stað og Hermann hefur sendt Agnar þarna út og svo framvegis og þar heyrist meðal annars krafan að þetta verði þá rannsakað kemur fram krafa rannsókn á því hvers vegna forsætisráðherra hafi sendt verðandi lögreglustjóra í starfsnám til Gestapo. Hermann Jónasson sem ekki lengur í því embætti heldur bara óbreyttur þingmaður á þessum tíma hann stórkostlegt að lesa þingræðunar hvað hann beitir miklu afli til að svona bæla þann möguleika niður með gagnkvæmum hótunum þá meðal annars ef það var að rannsaka þetta þarf þá ekki að rannsaka alla þá sem fóru til Þýskalands hverjir sátu samkomunar hjá Nordische Gesellschaft hverjir voru ekki þarna og hér og frammeðist þarf ekki að fara í allan milljóna manna nafna listan sem búið að taka saman af alþjóðaliðinu þarna yfir þá sem áttu og svo frammeðist og
sem virðist hafa dugað og örugglega fleira gert en kemur fram í þessum þingræðum líka, það er mikill hiti og hvernig sem menn beittu sér þá allavega var það aldrei úr að þetta verður rannsakað á neinn hátt sko. En það er náttúrulega tengsl manna við einhvers svona nasisma fengu allt öðruvísi mynd þegar að útrýmingabúðirnar voru opnar og stór hluta þeim sem að hrifust af nasismanum geta sagt að þeir eru ekki gert sig grein fyrir þessu. Aðrir getur sagt sem svo að það var margt í þessum hugmyndum sem að mátti líka finna annars staðar, eins og ég var nú að benda á þarna með því að flytja sko veikt fólk samkvæmt einhverju skilgreiningu út úr samfélaginu á einhverju hæli upp til sveita til þess að samfélagi geti þróast áfram án spillingaráhrifa þeirra. Einhver leyti held ég að bók Kjartans Ólafssonar hreyfinguna sem hann tilheyrði blandar þessu svolítið inn í þar að það hefur svona þessar hugmyndur að væri hægt að búa til nýtt mannkyn í Sovjetinu sem að þannig þetta eru hugmyndir sem að lágu í loftinu og voru ekki bara bundnar við nasismann og einhver geti sagt þess að með því að vera með þessa staðrind uppi, þessa hættulegu staðrind að þá koma menn eins og Haukur Már til dæmis og gerir mikið úr því með seinni tíma skilgreiningu þannig að þessi tenging við Gestapo og nasismann sem að ef ég má svara eins og Hermann Jónasson sem að var kannski ekki svo merkileg í sjálfum sér, þetta var bara verið að kenna okkur svona lögreglutækni sem að var ekki, þetta er ekki með því erum við ekki að bera ábyrgð á Auschwitz. Einmitt. Hvað segir þetta? Ég er bara að velta fyrir mig sem Íslendingur af því að maður sé það að við erum í stökustu vandræðum með hvað við að gera við þetta, í hvað hillu við að setja þessar staðreyndir sko, eins og þú ert að skrifa hér. Einmitt. Og kannski almennt sko, fjölda staðreynda frá liðinni tíð. Ég síðast bara að hlusta á umræðu Guðmundar og Geirfinnsmálið í viðtali á útvarpi Sögu á leiðningað. Það sem ég held að vera þáttastjórnandi sem að sko skýtur því að í miður viðtali þetta er náttúrulega verið alltaf tímar, það er ekki auðvitað að dæma menn sko og það sem þið gerðu 1970 eitthvað, það er svo allt önnu viðmið sem að sko ég held að við ígjum það stundum fyrir okkur hvað viðmiðin hafi verið ólík eða það skiptir á máli sko, sannarlega lítur sko slagtók við nasista alltaf verið svo út sko, að stríðinu loknu en í aðdraganda þess segjum og svo framins. Það breytir því ekki að fjöldi fólks ánáttúrulega frá upp á það, þetta voru glæpasamtök. Ekki allir. Og þá má jafnvel segja að allir þeir sem hafa verið skuldbundnir einmitt húmanisma af eitthvað nátt. Hafi séð það alveg klárlega og þá sko, aftur þetta er ekki eitthvað sem bókin tekur afstöðu til þetta er ekki ákæruskjal, þetta er skáldsaga sko. En svo ég tala bara út á sjálfum og mínum áhuga sko, það finnst mér mjög forvunilegt að ég held að við getum verið gjörn á að sko, það getur verið svona ákveðin tækifærishyggja í því hvernig við leifum sko, gefum afslátt eða sleppum einmitt uppgjörið á ákveðin atburði í nafni þess að sko tímanar hafi verið svo ofsalega ólíkir eða svo lítið vitað án þess að einmitt kannski það liggi neitt til grundvallar því mati sko, nema bara viljinn til að svo hafi verið. Það hefur ábyggilega ráðið einhverju yfir hvað þetta er erfitt að finna þessu svona hillu í Íslandssögunni. Þetta er eiginlega ekki upp í neinni hillu. Já. Er einhver leyti tengt því að þetta er sko, þetta er geislavirkt sko. Já, en svo voru líka gögn sem var greinilega erfitt að finna nokkur stað í hillu þess að þegar þetta mál kemur upp í umræðu önnur mál á Alþingi þannig í desember 1945 og þá er í fyrstu þá sko finnst ekki skýrsla sem að Agnar verðandi lögreglustjóri skilaði Hermanni ferðina að henni lokinni og Agnar eða Hermann haldaði fram að engin slík skýrsla hafi sko verið samin og svo finnst hún samt og þá er lesið upp úr henni og rættar í fyrst svo verður hún hverfa aftur sko ég veit að hennar hefur verið getið í einu sakfræðiriti allavega en ég öllu fallega að sko það hefur beinlínis verið erfitt virðist vera líka fyrir menn að vita hvað er réttu beinlín að bara setja sko
í hvað illu ætti bókstaflega að setja gögnin þessi mál meðal annars. Ef ég má halda áfram að tala af hverju þetta er svona vandræðagangur með þetta Íslandssögunni. Eitt náttúrulega það að Sjálfstæðisflokkurinn var á sínu tíma, 1930, stofnaður upp úr íhaldsflokknum og frjálslyndarflokknum og í sumu getur það gagnast fyrir okkur í dag að horfa á flokkinn út frá því. En þá var til fljótlega þjóðernisflokkur sem var svona íslenskur nasistaflokkur sem að hafði ágætis alþýðufylgi, var svona populískur hægriflokkur ef þið talaðum í dag. Ég held að það sé ekki mörg dæmi að þar hafi verið að Íslendingar að tala fyrir útrýmingu gyðinga, ég held ekki. En þannig að þetta er svona fyrirbrigði. Svo þegar Bretarnir hertaka Ísland, hernám, að þá kónar þessi flokkur niður og þeir sem tóku þátt í starfi hans renna meira og minna inn í Sjálfstæðisflokkinn. Og til þess að svona skilja eðli Sjálfstæðisflokksins að þá held ég sér gott að hafa það í huga hann er búinn til þessu þremur frjálslyndarflokkur, íhaldsflokkur og svo þjóðernisflokkur. Og þá ég tekið aftur fram að þetta voru ekki menn sem voru almennt og allir að hvetja til útrýminga gyðinga. Heldur þetta bara áhersla. Styrmir Gunnarsson til þess að mikið fjallað þetta, hann sprettur raunverulega upp úr þessum arfi og taldi að vera mjög mikilvægt að Sjálfstæðisflokkurinn vissi af því að það væri þarna svona lágstjættar fylgi sem að þjóðernissinnarnir hefðu náð að smala saman á eftirstríðsárunum og er lykillinn af því að Sjálfstæðisflokkurinn nær völdum eiginlega eftir stríðið. Hann var ekki að ná völdum á 4. áratugnum, hann datt inn og út úr ríkisstjórn og kannski allt eins líklegt að hér yrði til stjórnmál sem myndu byggja á Alþýðuflokknum og Framsóknarflokknum heldur en að Sjálfstæðisflokkurinn yrði það lykilafl sem áður var. Þannig það er líka tengt þessari sögu að til dæmis Sjálfstæðisflokkurinn sem er ótrúlega valdamikill flokkur, hann ræður bara engan veginn við þetta. Hann vill ekki, þetta er ekki neinni hillu í kjallara Valhalldar, þessi saga. Nei, já, einmitt. Og síðan í dag er kannski, ég meina, vinstrið hefur yfirleitt kannski þarf að neppa meira aðkalli verkefni í samtímanum en að vera fást við svona liðna atbyrði, þannig að það er enginn sem að þú veist aftur, það var kannski annars vegar fræð og eins vegar skáldskapur sem að einhvern veginn geta hafa tilefni til að gefa þig eitthvað gaum en já, mér langaði þess sárlega eftirstríðsára söguna hægrið. Við höfum ævisögu Jóns Torfansson sem að er aðeins getið það hvernig var verið með skipulegum hætti að beita valdi til þess að búa til vald en við vitum eiginlega ekkert stuðning bandarísku leyniþjónustunnar við almenna bókafélagið og við vitum eiginlega sáralítið meðan að við erum búið að gefa út heilu hillumetrana af einhverjum meintum áhrifum Sovjet á íslenska menningu. Já, einmitt. Þetta er svona blindu blettur hjá okkur. Þetta með þessa þrjár stúðar í Sjálfstæðisflokksins, íhaldið, frjálslyndið og svo þjóðunnið. Þetta er náttúrulega mjög fornaldi, 21. lagi náttúrulega eins og margir hafa bent á og sjáum við síðan þetta klofna aftur í þrennt í dag, mætti segja, í viðreist á sem frjálslyndahlutan Sjálfstæðisflokkin sem íhald og svo miðflokkin sem þjóðunnisarminn fylgið svona sirka bara í sömu hlutvöllum einhvern veginn. En við erum líka að hugsa til það er þegar maður er að rekja svona maður fylgir eigin dyntum í gennum lestur, þá fer maður kannski maður les höfund sem hann finnst formulegur og hann bendur á annan höfund og maður fyrir að glugga í hann og þar er eitthvað formulega ekkert þegar ég var mikið að fást við höfundaverk Slavoj Zizek á sínum tíma. Það var meðal þeirra höfundar sem hann virkaði svona sem dálítið katalógur, hann með svo ríkar tilvísanir og neðamálsgreinar að benda mann á hitt og þetta formulega, meðal þeirra sem hann hefur benda á. Já, en að vinna úr því auðvitað, og draga það inn í sína hugsun og melda það áfram, og meðal höfundar sem hann benda á sem ég hefði örugglega ekki komist á snúður annars er Japani sem heitir Kojin Karatani. Og Karatani þessi hann skrifaði sem bók, ég held að verði í bók sem Transkritík, þar sem hann er að gera grein fyrir því svona hver hann reyna að skilgreina andstæðingin fyrir róttæka vinstri í samtímanum og gerir það með því að í stað þess að tala bara um kapital annars vegar og þjóðríkið hins vegar, þá þrý greinar þeim í kapitalíska þjóðríkið, sem er kapital og sem er þjóðin og sem er ríkið.
og allt þetta þrennt gegnir ákveðnu hlutverki, segir hann, uppfyllir jafnvel sko nauðsynnar, grunnþarfir fyrir fólk. Þú með ríki sem á að sjá öryggið þitt, þú með kapitali sem á að koma vörum til þín sem þarf nauðsynlega á að halda sko, og svo ertu með markað sem á að sinna því og svo þriðja lært með þjóðina sem þá hugmyndunum eitthvað sko bræðralag sem fyllir í glufunar og með þetta sem hvorki ríkið né markaðurinn á annast, að það sko, þú veist, vinsemdin innan þessa lokaða mengisegna þar sem fólk hjálpa hvert öðru þegar á þarf að halda og svo fram með þessu. Og segir hann sko ef eitthvað sko algildur húmanismi sem nær út fyrir þessar markalínur, vinstrið sem eitthvað algildur húmanismi á að eiga eitthvað séns, að þá verður að gera sér grein fyrir að skrýmslið þríhöfða. Ef þú lemur bara niður kapitalið þá hleypur bólga í þjóðríkið og ef þú lemur bara niður sko þjóðina að þá sjáur sko eða sem þjóðina og kapitalið að þá hleypur bólga í ríkið eins og Sovétríkin, náttúrulega einföld mynd sem að dregur upp en við þóttum dálítið samfærandi sko að svona stóra áskorunum spurningi væri hvernig leysuru af hólmi funksjónir þessar þriggja fyrirbæra með hætti sem ekki háður sömu takmörkunum og þau eru í samtímanum, hvernig leysuru þau á hólmi þannig að þau raunverulega þjóni sko okkur öllum í víðum og vaxandi skilningi og aftur þá bara það þessi samsvörun sko milli, þannig að hefur einmitt í þessum eina flokki sem núna er sundurgreindur aftur í þrennt sko, þá hefur okkur þessar stóður og hefur kannski sko viðreið sem stendur vörðum kapitali sem slíkt, þú er miðflokkin sem stendur vörðum þjóðina og sjálfstæðarflokkin kannski sem bara stendur vörðum löggæsluna og ríkið sko í þeim gamla skilningi, þetta íhaldsapparati sem ríkið er. Meðan annars útlendingastofnun eins og hún var byggð upp af þeim. Já. En þú ert líka að fjalla segjum að þetta væri þannig að þetta væri verkefnið og þannig talar náttúrulega að það byggja svona húmanisma en við lifum náttúrulega á tímum þar sem að það er heldur fólki sem að segir já, ég heyrið alveg Haukur að þú vilt svona stefna að auknum réttindum alla og réttlæti og auknum jöfnuði og svona en ég bara hef ekki áhuga á því. Ég hef bara engan áhuga á húmanisma. Ég hef bara miklu meiri áhuga á því að hinn sterki beiti afli sínu og þess vegna er hrifinn af Donald Trump sem að er sterkur maður sem að lemur niður hinna veiku. Því það versta sem við getum gert er það að púkka undir hérna veiku því að þá fáum við veikt samfélag og þá erum við aftur komin á þetta sama sem að var eiginlega rótin af hugmyndum samfélagsmótun nasismans að það væri hægt að búa til nýjan heim með því að drepa hinna veiku þannig að við myndum búa þá til sterkara samfélag með því að ógilda þá. En það er eitt að þú þarft að koma og endurselja húmanismann og ekki vel með það. En síðan er það að þú þarft að gera það í samfélagi þar sem að, sko, er ekkert samkomulag það hvað eru staðreyndir. Já. Og líklega er bókin að fjalla það. Já, og út frá þessari sko forrindastöðum mætti segja bókmennta og skáldskapar að einmitt þurfi ekki að og þykjast ekki leysa neitt vanda sko, þú veist að í svona bók það er hægt að sko skima krísu og maður jafnvel sko, þú veist, hagsmunir rithöfundar eru að því leitinu til öndverðir alltaf við sko hagsmuni samfélagsins sem maður lifir í að sko hræstni og tvískinnungur og allar mótsagnir og krísur sko eru frábær hráefni og vill lifa í tvíræðum heimi. Það getur þú búið til skáldskap. Það er ekki mikið, þú veist, skrifa skáldskap annars líklega og síðan spurning hvaða hlutur ekki öðru hann geti gengt en þessi bók er, þú veist, þarna er engin lausn, þetta er ekki bara svona hugmyndun að við ættum að stefna því að fá það bara úr því skorið hvað er satt og hvað er logið. Já, og sem verður alveg brandari sko. En það er aftur það sem er svolítið ríkjandi í einhvern tímann hélt fólk að Facebook og fleiri félagar gætu einhvern veginn fengið stýrt þessu þannig að þeir myndu bara henda út því sem að vera logið og þá myndu við lifa í fullkomlega sönnum heimi. Já, einmitt. Það er ekki nema svona 4-5 ár síðan þetta var. Já, við lifum á tímum, sko, dagslegum tímum í sögu staðrendana. Það er einmitt verið að glíma við þær bæði af einmitt fólki og vélum, sko, af
Svo eitt sem áberandi sem að manni finnst, við erum nú að leika okkur hérna við rauðaborðið að tala út frá því að við vitum eiginlega ekki neitt, sko. Þannig við erum bara að reyna að skilja heiminn. Við erum ekki að stilla upp 2 valkostum. Að það er ýmsir sérfræðingar sem hafa verið að hugsa þetta fyrir þig, Haukur minn, og hvort viltu þetta eða hitt. Það er oft svona hugmyndum að þannig í umræður að vera. Við erum nú frekar á því að horfa bara á vandann og leyfa okkur að vera þar. En tilhneigingin í umræðinni er svolítið krafan að fá niðurstöðuna. Án þess að ég þurfa að fara að hugsa eitthvað það, Haukur. Getur ekki bara að skaffa mér staðreyndirnar? Já, einmitt. En Guðsbarinn ekki segja mér að ég þurfa að finna þér. Já. Hvað af þessu, þú varst með þjóðina og þú varst með kapitalið og þú varst með ríkið, getur það ekki eitthvað að skaffa mér? Veldu eitt. Getur það ekki að skaffa mér staðreyndir? Ég meina, hvað segja, eru þau ekki öll að gera tilraun til þess, sko, eða svona að gera tilkall til? Við náttúrulega, kannski með þessar, þessi viðleitni Facebook og samfélagsmiðla á síðustu árum, sko, til að innleiða svona fact-checking ferli í það sem deilt hjá þeim, sko, sé tilraun markaðarins eða kapitalsins til að halda utan staðreyndirnar. Við sjáum, sko, ríkin meira að vera svona að klunnast í kringum þetta, þau langar að beita sér, og svo, þú veist, hvað á að kalla það, ég veit ekki, það er náttúrulega, einmitt, þetta þríhöfða skrýmsli eitthvað, arkand heiminn núna af voðalegri, sko, voðalegu brambolti þegar maður sér til dæmis, sko, Elon Musk opna nýja alfræði orðabók á netinu sem er samin af gervigreindin hans og á að, sko, leiðrétta liberalbæjarinn á Wikipedia með því að tala Adolf Hitler frekar sem umdeildar stjórnmálamann en illvirkja. Þú veist, hvaða hluti, sko, þessa skrýmslis er þá að ferð, er það kapitalið, er það sko með stæka eitthvað í ætt við þjóðunishyggju í því öllu saman en mjög alþjóðlega þjóðunishyggju leið, sko, að við lifum kannski einmitt ég meina rúslega mörg hnit sem að riðlast akkurat núna. Það er því hugmynd að við getum bara fundið sannleikann með því að útrýma lýginni. Hún er svolítið, ég meina, ráðherrarnir okkar tala svona, fjölmiðlarnefnd tala svona, alls konar stofnanir í okkur tala þannig. Og svo sér maður, sko, ef við víkjum yfir í, ég veit að þið langar að ræða, sko, útlendingamálin líka í samtímanum aðeins, sko, að ég hef ekki náð að fylgjast mikið með upp á síðkastið og ég gerði, sko, árum saman í rauninni á því sviði, en ég var að lesa frumvarpið sem liggur núna fyrir þinginu brottfarastöðina, sko. Og það er mjög ég segi þetta orð brottfarastöð eins og það sé þetta er hvað vikugamalt orð eða ársgamalt kannski, þetta er alveg nýtt í tungumálinu, en leið hefur verið, það er nógu vel smíðað og hefur komið nógu vel fyrir til að það er eins og fangilsi fyrir þá sem við engin hús að venda alltaf verið þarna, já, og í frumvarpinu er talað vistmenn, mjög fallegt orð líka, þau þýða detention sem vist eða vistun. Þannig að það er, sko, varðhald hefur að heitir hingað til og er það nauðungavistun, sko, en heitir núna vistun í þessu samhengi og svona markviss beiting á tungumálinu til að innsigla pólitískan vilja sem lagalega staðreind er alveg svakalega öflugt tól og auðvitað bara látlust beitt, sko. Við veist alltaf merkilegt að ein þannig saga sem að skipta svo engum máli efnislega hér og nú en er kannski svona einna skýrust er, sko, þegar álverið í Straumsvík þegar við verið samið það að þá opnast vandinn, sko, hvað eigum að kalla þetta, en íslensku var ekkert orðið yfir álnum að alumínium það bara talaði alumínium versmiðu til að byrja með, sko, og menn lögðu höfðu í bleit og það eru, ég held að verið, sko, íslensku fræðingar við háskólan og fleiri sem er svona komin í þá umræðu að finna, sko, svona hljómfagurt heiti þannig að þetta ætti, sko, betur heima í tungumálinu þangað til þú ert búin að sníða því, sko, öll hvessuhornin og í staðinn fyrir alumínium verksmiðar komið álver það er orð sem er eins og það hafi alltaf verið þannig eins og heima í landslæðin. Er það ekki bara gott? Hvað segirðu? Er það ekki gott? Það hefur komst á galla, myndi ég segja, sko. Í Þú veist að alveg fá ekki notið fagurs orðs. Ekki endilega og mér finnst líka eitthvað, sko,
það getur verið verðmæti í því og þekking í því að sko hugtökum fylgi upprunamerking, svo að segja. Maður sér þetta sko víða í Evrópu, ég held bæði í Þýskalandi og Frakklandi, þá sko ekki, þá bara tala bestseller bækur til dæmis. Á ensku. Hugtaki ekki þýtt, þannig að það kemur frá enskumælandi svæðum bara sem konsept sko. Og á meðan metsölubók hljómar eins og það sé eitthvað sem Íslendingar hafi fundið upp á. Í sjálfu sér væri ég sko slettur, þetta fyrirbæri sem við hefum bara ljótorð yfir, tölum slettur, tökorð í tungumálinu hafa líka sína kosti. Þannig þú væri til í að sitta í þeirri stofnun sem að myndi endurskoða heiti á til dæmis álverum og metsölubókum. Snúa aftur í alumíniumversmiðina. Það væri til í að vera þar. En þetta náttúrulega, það verið að glíma túlkanir og orð og nöfn. Glíman hugmyndir okkar og það svo áróðurinn ekki þar með ákveðna hagsmuni. Og meðal annars svona kannski það sem að grunnurinn alltaf þessi hugmyndum það hvort að fólk geti breyst, að þú varst að tala til þessum innflytjendur, að þar verið að halda því fram að innflytjendur séu bara tiltekin tegund af mannskepnum í okkar samfélagi, en ekki það að þau breytist og samfélagi breytist meðan að hópurinn blandast. Þessu svona hugmyndum að innflytjandinn geti verið að gefa eitthvað inn í samfélagið á móti því að hann hljóta að vera að koma hingað til að taka eitthvað. Og sömuleyti þá var Útlendingastofnun byggð á seinni hugmyndinni að útlendingar hljóta hingað að koma til að taka eitthvað. Annarkot konunnar okkar eða efnarslega gæði eða leggjast á grunnkerfin okkar og það er góðum. Já, ég held að líka einmitt, þau komust, ég nefndi það áður og ég held sér verðt að halda því hans til haga hvað sem núna er hægt við ákveðnu vonleysi eða það er svona tilhneiging til kannski ákveðins fatalisma þróun mála, við sjáum einhverja hægri bylgju og þessi íhalds eða afturhaldsöfl og þjóðinni sem þar séu að færa sig upp á skaftið og núna þeir eru að yfir og við sjáum þessi frumvörp frá, ég meina, nú var þetta dómsmálaráðherra tilkynnir, þú veist, það verið 5 frumvörp í haust til að herða tökin í útlendingamálum og allir að taka þessum góðum fréttum einhvern veginn, og þannig sé stemmingin og ég held að mig alveg halda því til haga, að einmitt, árið 2008 þegar bara réttinda barátta fyrir hönd hælisleitenda á Íslandi hefst eða umsækjenda alþjóðlega vernd og hefst með aðgerðum aktivista sem bara átta sig á því að þessi hópur er til á landinu og hefst á við einmitt í óformlegum, mætti segja, óformlegri brottfarastöð á Fit-hostel á Reykjanesi sem ég veit ekki hvort það er lengur til sá staður, en það var eitthvað samningur þá þjónustu fyrir stjórnvöld að þá hefst þessi bara ein kröfuganga, eitthvað greinaskrif og svo verður no borders til upp úr þessu. Þá höfðu á 20 ára tímabili alls frá 1988 til 2008 höfðu stjórnvöld samþykkt eina umsókn alþjóðlega vernd á Íslandi. Einustu umsókn. Þetta er til mjög virðingaverð saga á landinu af því fólki sem stjórnvöld bjóða hingað að eigin frumkvæði og taka á móti og hafa gert það vel. En að þeim sem hefur komnir rétt samkvæmt sáttmálu sem við höfum skrifað undir að koma hingað og æskja hælis. Einmitt. Og af þeim sem við vitum ekki hversu mörg hafðu komið, ef þeim gögnum var haldið laga þá voru það ekki mjög auðvitað aðgengileg en við vitum að af þeim fjölda, þetta voru árið 2008 þegar svona ákveðin hópa fólk gerir sér grein fyrir að það bara til sé fólk á landinu sem að leita vernd og láta hýrast upp á von og óvon mánuðum yfir árum saman og svo hent burt leið og hægtir að þá kom þetta upp úr dúrnum að 20 ára undan hafði ein einasta sála fengið slíka vernd sem leitaði eftir henni hérna á Íslandi. Hvort það er af tugum eða 100 manna sem er ekki ljóst. Síðan þá, það sem við bara halda að haga, er að baráttan sem hófst þá skilaði þeim árangri
að 10 árum seinna málaflokkurinn lítur hann allt öðruvísi út. Það enginn að takast á hvort það að vernda veita einni mannsku eða 10 eða 20 vernd hérna á ári eða yngri í 20 ár. Heldur það spurning sko tölunar af leið eitthvað stærkingum jafnvel án Úkraínu, fólks frá Úkraínu og Venezuela sko, það voruð á annað 100 og fleiri á ári sem að hljóta hér eitthvað svona vernd. Þannig að sko leið og það sannarlega þetta heldur áfram að vera erfið og mikilvæg barátta upp á líf og dauða fjölda fólks. Þá megum ekki vanmeta sko það svo auðvelt að halda að ekkert hafi breyst til hins betra. En því fer fjarri og jafnvel þó að öll þessi 5 frumvörp dómsmálaráðherra núna nái fram að ganga og hún herði svona glæsilega tökin á landamærunum þá held ég að megi halda því fram að mannréttindi á þessu sviði séu eftir sem áður skár varin í dag en þau voru fyrir 20 árum síðan þó ekki væri nema vegna þess að það þá þannig laga umgjörð í samræmi við einhverjar alþjóðleg viðmið sem krefur stjórnvöld að veita mannréttindastofnunum aðgangasviðinu og svo framvegis að eftirlitunum verður ekki hrint frá fyrir fullt og allt en það breytir því ekki að þetta alveg djöfulli leiðileg þróun í augnablikinu. Og það gamalt ráð úr svona baráttu að þeir eru alveg að gefast upp og finnst markmiðin vera órafjarri að þá getur þú sest niður og horta þess yfir hvað árangri hefur baráttan náðinga til. Já, og bara svona til að fólk muni það sjálft sem verið þessa baráttu að við erum ekki að byrja á núlreitt. Herðu Haukur Már, gaman að fá þig hingað að ræða nýju bókina og til hamingju með hana. Takk. Þetta verður þá lokin á rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka Maríu og Birni Þorláks fyrir að taka viðtöl og Pétri Fjellstið fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka ég mest, já náttúrulega gestónu sem hafa komið og ykkur þakka ég mest sem hafi verið að hlusta og horfa og breytt þessu samtal okkar í fjölmiðlun. Minni á að það sem að knýr samstöðuna áfram sá hópur áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifundur, það eru bakhjartastöðarinnar. Ef þú vilt slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðum.is, það er nappur sem ástandur áskrift. Það getur þú skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það er einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En við látum þetta gott heita í kvöld, svo sjáumst við aftur hérna annað kvöld klukkan 8, þá verður sagðar fréttir á samstöðinni. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.